Það með mikill ánægju sem ég fær eitthvað þannig þátt. Gestur þáttarins Sveppi fucking Krull og ég þarf í rauninu bara ekki að segja neitt meira. Hann mætti hérna með roast beef samloku og kókomjólk og mjög sannur sínum karakter, sólgraðis í sig og við byrjum svo að spjalla. Ég held við vindum okkur bara beint í hennar þátt. Þetta svona þáttur það sem ég þurfti að drífa mig í að íta á rekk því að Sveppi var bara komin í gírinn leið og hann settist niður. The Kári Björns podcast show í boði hamborgarabúlu Tómasar. Tommi góðvinur þáttarins og kom hingað í þætti númer 11. Góðan daginn, testing. Tómas að tala hérna við ungan mann. Hvað heitir þú, Kári? Nei. Nálægt, Snorri. Snorri, já. Ekki þau? Allt í góð. Það síminn komin á silent? Já, ég alltaf með á silent. Já, það. Já, ég nenni ekki að svara það. Nenni ekki að tala við fólk. Nema Kára. Á búllunni eingöngu nota besta hráefni í hamborgarana, svo kallar tjökk vöðvi og engu bætt við. Ekki að takka efni sem vanalega notað í aðra hamborgara. Geðastimpillin hár, enda sér Tommi sjálfur geðastjórnuna. Hann smakkar víst hamborgar á dag og lítur samt svona út. Það lítur að vera eitthvað í þessu. Ég myndi allan að borða hamborgar á dag til að líta út eins og Tómas. Ef svo tilraun færi í gang, þá þið kóngaborgarinn fyrir valinu. Kóngurinn handpressaður 150 grama hamborgari og ég þarf náttúrulega ekki að hafa neinn orð það hversu augljóst það að fá sér franska með, enda með betri frönskum á landinu. Þessa dagana kjörið að hringja á undan sér í síma 511 0800 og sækja svo pöntununa 10-15 mínútum seinna á eina af hamborgarbúlum allra landsmanna. Mitt atkvæði, eins og síðast, fer á ofanleitið. Það eitthvað við þá búlu. Hamborgarabúla Tómasar, 511 0800, þið kikið á þetta. Í Origo færðu allan búnað fyrir fjarvinnuna, auka skjáir, tölvubúnaður, lyklaborð og heyrnartól. Kíktu inn á origo.is til að kynna þér úrvalið og ekki nóg með að vera bara með allt fyrir fjarvinnuna, þá eru þið með til dæmis bestu myndavélarnar á markanum frá Canon og Sony, ef þið viljið taka ykkur upp nýtt áhugamál svona í samkomin banni. Þetta allt saman inn á glæsilegri vefverslun Origo. Origo leiðandi þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og starfa sem tölvudeild rúmlega 100 fyrirtækja ásamt því að bjóða upp á 10.000 vörunúmer frá 200 vörumerkjum í áður umrættri netverslun. Kíkið á þetta, origo.is. Döminir og herrar, Sveppi Krull, hendum okkur í þetta, gerum þið svo vel. Bill Withers, Já, geggjör. Erum við að syngja hann? Já, svolítið, sko. Var sárt að sjá hann fara? Nei, veist, jú. Nei. Bjóst þú bara við þessu? Fólk deyr, maður, bara sem að gerist í þessu. Nei, hann var geggjaður, sko. Já, ætla að klappa til. Við erum nú bara sem byrjaðir hérna. Já, var þetta ekki Lean On? Lean on me. Já, nákvæmlega. En ég geðvitt lag, sko. Ógeðslega gott. Það líka eitthvað svo fallegt við það, sko. Að þetta sé eitthvað svona 50s. Já, líka svo langt, eða svo stutt síðan ég fatt að þetta væri Bill Withers, sko. Já. Ég meðast þetta bara geggja lag, búið að finnast að geggja í 20 ár. Já. Svo var það bara fyrir svona 3 ára síðan ég fatt að þetta væri hann. Já. Þá fannst mér eiginlega betra. Þú veist, ég viðurkenni það alveg. Ég svona svolítið átt að með á Bill Withers núna út af hann að deyja. Já, akkurat, sko. Og það aldrei gaman þegar að svona tónlistamenn deyja. Þá fer maður að kynna sér það. Já, það alveg rétt og ég meina sérstaklega með eitthvað svona fólk sem að ég missi náttúrulega bara af út af aldur. Hann var bara að píka 40 árum ára en ég fæðist. Akkurat. Þannig að ég dæmi mig ekkert fyrir þetta. Nei, en það nefnilega svo gaman þegar maður fer og spyr eitthvað svona bara eins og Pétur Jóhann, sko, hvað það hlusta á. Hann alltaf að hlusta á Deepest Mode, hann að hlusta á Arctic Fire, skilur. Já. Ég bara svona, hvað þetta? Og þá setjumst við niður og þá spilar hann kannski fyrir mig svona 5 lög. Já. Ég bara, já, ok, þetta gott. Og þú fílar það? Já, sumt ekki. Nei, flest ekki. Og gaman að vita bara hvað aðrir að hlusta á, sko. Þú ert Stones maður, ekki? Ég náttúrulega hlusta ógeðslega mikið á Stones. Þú ert einhvern veginn svona, bara talsmaður Stones fyrir mér. Eða svona, ef ég hugsa Stones að það, já, Sveppi elskar Stones. Og þeir eru nokkrir þarna úti sem að dyrka á, sko. Já, svona eins mikið og ég, sko. Það alveg svona íslenska grúppíur. Já, alveg svaðalegar. Og ég inn á Facebook síðu bara þar sem að gæjar eru bara safnadóti og það er svona fótboltalið. Já, einmitt. Það var svona bullu stemming í kringum. Já, þetta bara hobby. Hvað var það samt? Var þetta að Jagger var svo nettur? Nei, þetta byrjaði náttúrulega. Draði mikrofónun aðeins nær. Þetta byrjaði eiginlega þegar ég var svona kannski 12 ára að fíla Stones. Þá var bróðir minn, hann var 19 ára. Hann var alltaf að hlusta á Stones. Don't know why, sko. Nei. Og hann leyfði mér að hlusta á Sympathy for the Devil og hann var að leyfa mér að hlusta á Painted Black og eitthvað svona og mér fannst þetta geggja, sko. Og ánum vissum að voru við bara nokkri félaga mínir úr Breiðholtinu, allir farnir að fíla Stones ógeðslega mikið. Og svo hægt og bítandi náttúrulega fílu líka annað eins og David Bowie og Doors og dálítið svona golden oldie, sko. Já. Svo þroskuðust þeir og döfnuðu
fór að hlusta á alls konar annað. Þú ekki? Ég er ekki Stones og er ennþá þar og þeir gera grína mig fyrir vikið sko. En er þetta ekki líka eins og ég var að tala með fótboltaliði, þú veist, ef þú byrjar að fíla Stones, þá bara heldur með þeim. Já. Þú svíkur þá ekki að þau gefið út lélegt albúm. Aldrei sko. Nei. Þetta er bara eins og með Adam Sandler sko. Já, herru, en hann er að fá sko þvílíkt comeback núna. Já. Eftir hann ef fólk vil meina að hann hafi farið niður og við það, Já, ég get alveg viðurkennt að hann hefur átt svona bara eins og Liverpool sín slæmu tímabil sko. Já. En ég er Sandler maður bara from the bottom of my heart sko. En sko, fyrir mér byrja Sandler, Little Nicky, Happy Gilmore, var eitthvað undan því eða? Það kemur náttúrulega ein mynd sem að triggeraði mig sko, sem heitir Billy Madison. Já, ég held ég hef ekki einu svona síðan sko. Billy Madison er geggju sko, og þá er hann, en svo er þetta myndi sem eru alltaf skrýtnar í dag sko, þegar ég fyrir að horfa á þetta með börnunum mínum sko. Já. Veist, það er bara annar tíðarandi þetta er allt of mikið eitthvað kona með brjóstinn og það er gert grína því eða eitthvað skiluru, þetta er eitthvað sem hendar ekkert endilega í dag. Nei. Skiluru. Nei. En ég verð samt að sína börnunum mínum þessa myndi sko. Já. En svo bara líka sem ég tala þetta við þau og það var Billy Madison, þar fer hann í skóla aftur, hann er sonur pappans á hótelkeðju og hann er að fara að taka við hótelkeðjunni en hann er ómenntaður þannig að hann byrja bara í 6 ára bekk. Já, og er fullorðinn. Já, er fullorðinn. Já, einmitt. Já, það er koncept maður. Hún er geggju sko. Ég fór alltaf nýra á Grensásvídeó sko, labbaði þar. Já. Valdi bara, þú veist, ég sagði við Ragga sem var að vinna, bara gef mér eitthvað með Adam Sandler. Já. Þú veist, ég hendi ekki svona háflegt fram, ég var bara bann og ég vildi bara horfa eitthvað með Adam Sandler og síðan leta hann mig hafa einhvern tímann mynd sem heit Spanglish. Já. Það sem hann er kokkur, er það búin að sjá hana? Já. Og ég er náttúrulega bara að fara heim og halda ég sé að fara að hlæja. Já, með spænsk, já. En hún var svona dramatísk sko. Já. Og veist, eins ég var náttúrulega fyrir vonbröðum og það ég held ég var að fara að hlæja. Já. En fyrir vikið þá var ég mikill Adam Sandler maður út af, þú veist, mér fannst hann góður í henni. Einmitt. Hún náði til mín. Já, hún var, og hann er nefnilega ekkert alls slæmur leikari, sko. Nei. Og það er ógeðslega gaman svo finnst mér ógeðslega gaman að horfa bara bulli sem hann er að gera, sko. Já. Og veist, hann er að gera svo mikið algjörð þvælu. Já. Og þó svo að myndirna séu lélegar eins og Klikk. Ekki segja þetta. Nei, hún er, veist, ég horfði á hana, minnst hún góð, en hún er samt ekki einhvern veginn svona besta myndina, sko. Ég fór einn í bíó á hana. Akkurat, fílaða. Grét. Yfir? Hefur þú séð hana? Jó, spólaði fram lífið og svo spólaði hann tilbaka og hann gleymir af hverju hann misti og áttaði sig á lífinu. Jú, það er mjög fallegu boðskapur í henni. Já, fallegu boðskapur, sko. Og svo er náttúrulega bara, Don't Mess With Sohan. Geðveikt. Sem er náttúrulega bara eitthvað legendir í stöf sko. Hún er ógeðslega. Ég dyrka hana sko. En þetta er algjör þvæla. Ég get ekki horta á þetta með konunum minni sko. Físi Bublík, sódadasli sem er alltaf að drekka. Og bara þegar hann var að þrífa hári á gömlu konunum bara ógeðslega fyndi stöf sko. Og alltaf einhvern veginn að sofandi hjá einhverjum konum og er einhver bara sérsveita maður. Ég ætti það geggja. Og það er nefnilega málið með hann gerir bara sem hann vill. Já. Og það elska ég við Adam Sandler. En þetta nýja, Uncut Gems, ég er ekki búin að sjá hana. Ertu búin að sjá hana? Ég er búin að sjá fyrstu 20 mínúturnar. Ok. Og þá fatta ég, heyrðu, ég þarf að gefa þessu betri tíma. Já, þið fannst þú bara ekki vera að helgaði myndinu nógu mikið þegar þú varst byrjar. Já. Fíla það. Þetta kann ég að mynda. Það bara, ég sagði, þetta ætla ég að geyma. Ég er búin að lesa hana. Svo er hún líka dálítið heavy, sko. Já, er þetta ekki grínmynd? Nei. Ég veit ekki neitt, sko. Nei, þetta er ekki grín, sko. Okay. Þetta er bara að Adam Sandler hefði átt að fá Óskarsverðlaun sko. Segja bændur sko. Og þetta er ekki grín og þetta er líka sko hún er líka dálítið svona hún er dálítið erfið tónlistin í henni er aggressív tökurnar eru dálítið aggressívar hann er ógeðslega skrítinn þú þarft bara að jæja nú ætla ég að tilla mig niður bara krakkarnir fattir að sofa og ég ætla bara að slaka á ég ætla að horfa á þessa mynd og gefa henni gaum í 2 tíma sko. Þetta er þannig mynd sko. Kíkir ekki til síman meðan hún er í gangi? Nei. En hann náði líka einhverju svona comebacki með uppistandinu sinni held ég sem fór hann á Netflix. Já, ég horfði á það, mér finnst það ógeðslega fyndið. Hann er alltaf að syngja og tralla hann inn á milli. Já, ógeðslega gott stöf sko. Hann náttúrulega byrjaði svona. Hann byrjaði, ég fór og þegar ég var í úlingavinnunni bara 14-15 ára, eða 13, þá fór ég og maður keipti sko geisladiska þegar maður fekk útborga. Þá fór maður alltaf í sko music og myndir í mjótinni og keipti geisladiska og keipti ég með Adam Sandler diska. Hann gaf út sko fullt af diskum með sko sketsum og símaötum og erum við að tala um þetta sem fyrir þetta er bara fyrir Billy Madison sko. Þetta er bara fyrir Happy Gilmore og allt. Þetta er það sem ég er að tala með. Ég kem bara inn í Happy Gilmore bara sem ég það sem allt er á þessum gullna vegi. Já, þá er hann bara að toppa sko. Eða ekki toppa, þá er hann bara komin á toppin og hangir þar fyrir Wedding Singer og allt þetta dót sko. En áður þá var hann og allir gæjarnir sem leik í þessu myndum, þetta er allt bestu vinni hann sko.
og þeir eru með honum að semja sér lög og bla 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 sko. Ógeðslega cool og skemmtilegt að hlusta á það sko. Þannig þeir tóku þátt í sírunni áður en þetta var allt svona vinsælt eða? Já, sem geggjað sko. Já. Og þess vegna fannst mér stand-upið hans núna svo ógeðslega skemmtilegt sko, að því að hann náttúrulega bara miðaldra kall eins og ég Einmitt, sko. að verða, skilur Já. þannig að mér finnst ógeðslega gaman að hafa fyllt honum, mér eru alltaf fundist hann góður, stand-upið hans það miðar svona soldið út frá skilur, hann er ekkert endilega að reyna að ná til þín, hvað er gamall? Ég er 26. Já, ok, jú, kannski ég held að vera 12 ára, nei, tjóka Hvað er þetta? ég er að tjóka, en hérna ég held að, hann er svona, þetta er svona daldið fullorðinsgrín, skilur við Já. og grínin er og það er allt svona phone, wallet, key en að gleyma lykl, þetta er svona djók sem henda mikið bara fólki milli 30 og 60 ára, skilur við og svo er náttúrulega bara sem eru ofsalega vel gefnir eins og þú sem að fíla það Já. Sástu hvað ég náði tilbaka þarna? Já, ég er ekki alveg komin tilbaka en það er mér rétt á eftir sko. Þannig að mér fannst þetta geðveitt sko og þar er nefnt að taka allir þessi lög sko Já. og þetta ég sko þegar ég bjó í hérna LA eða í Santa Barbara árið 2015 þá fór ég á stand-up með honum á hérna Santa Barbara Bowl. Er það eitthvað svona comedian staður? Já, það er bara svona eins og Hollywood Bowl tekur við skriljónir eða nei, ekki skriljónir nokkur þúsund manns, bara svona eins og Laugardalsvöll. Já. Bara svona tónleikastaður, úti, situr bara í svona skál og þar fór ég hérna með konunum minni og við fórum á stand-up með Adam Sandler og þá var verið að taka upp þetta sem er verið að sína. Já, ok, þannig að þú sást þetta upp í stand live? Já. Var það gott eða? Geðveikt, þar grét ég sko. Já, það? Já. Þegar hann tók hérna, mannst ekki Wedding Singer, hefur þú séð Wedding Singer? Já, ég sé hana. Þegar hann tekur lagi í lokin I wanna make you smile whenever you're sad. Það er eitthvað að mér, sko, ég gleymi myndum svo öll. All I wanna do is grow old with you. Ógeðslega flott lag. Ég er bara að heyra því fyrir skipti, sko. Já, ok. Geggjumynd. Og það lag, til dæmis, tekur hann þarna live og ég er búin að hlusta á þetta í Wedding Singer í mörg ár, sko. Þá var ég bara, já, hann er að taka þetta. Svo söng hann lag líka til hérna Chris, nei, wow, vinn okkar sem dó. Bill Withers. Nei. Sjók. Þú tungur. Jú, sem að leikur Tommy Boy Chris Farley Já, ok. Þeir voru bestu vinni sko. Já, hann tilengaði í honum. Já, hann var búin að semja lag hann sko. Jæja. Og það var alveg dramatist og loka lagið á tónleikunum sko. Já, þannig að þú varst að gráta bara sorgartárum. Þar, já, eða svona sorgargleðitár. Já, þú varst ekki leiður, þetta var bara tilfinningaríkt. Já, þetta var bara svo fallegt moment sko. Þetta var bara Adam Sandler að syngja vinst. Á Adam Sandler svo, það ætti að vera bara grænju hlátri sko. Já, þú meina ekkert endilega. Jú, náttúrulega grænjaði líka og hlátri sko. Já. En hérna líka bara svona, hann var alveg tilfinninganæmur sko. Það kemur óvart. En það var samt ógeðslega svalt. Hann spilaði lag hennar vinsinn. Þeir voru saman í Saturday Night Live og voru að taka upp sketsa, hann og Chris Farley og þeir. Vá maður, hann hefur... Við þurfum að hittast einu kvöldstund og fara betur yfir þetta sko. Já, ég verði til í það sko. Við sitjum bara saman frá 6 til 12 og förum yfir Adam Sandler. Mér langar að taka Little Nicky aftur sko. Geggjuð, Tarantino. Og það ég bara með svona glimpsis í hausnum sko, af gæja með brjóst á hausnum, hann að standa á pítsu og halda einhverja ræðu. Já, veistu hver það var sem var með brjóstinu á hausnum? Nei. Will Ferrell. Já, það var hann. Já, einmitt. Það stemmir. Og svo var presturinn að það blindi eitthvað svona, það var Tarantino. Já, var það Tarantino sjálfur? Að leika hann? Já. Tarantino. Pældi hvað þetta er skrítið að pæli þessi í dag? Já, geggja sko. Og svo náttúrulega Harvey Keitel var leika, ég held að hann hefði verið djöfulinn. Þetta var bara eitthvað stafrögt fyrir mér, ég hef aldrei heyrt þetta áður. Harvey Keitel. Harvey Keitel, þú veist hvað Harvey Keitel er sko. Hann er bara svona, veist, hann er legend fyrir mig sko. Já. Hann til dæmis leiki í Scarface. Ok. Say hello to my little friend. Já, bara sá gæði sem á þá línu. Já. Ok, þú veist, það er að koma í ljós hvað ég veit lítið þessa menningu. Já, en þannig ég til dæmis eins og bara með börnum mín sko, sem er að verða sko 12 og upp í 16-17 ára. Já. Ég bara fer með þau reglulega og bara, já, nú þurfum við að setjast niður og horfa hérna á Pulp Fiction sko. Já, ertu svona mikill Tarantino-maður? Ég er mikill Tarantino-maður sko. Hvað myndir ekki sætta við að börnin væri ekki búin að sjá? Þau verða náttúrulega að vera búin að sjá Forrest Gump. Já. Þau verða að sjá Good Will Hunting. Já. Þau verða að sjá Shawshank Redemption. Ok, alltaf. Big Lebowski. Við erum ennþá mjög ofarlega á IMDb topplistanum núna. Þú veist, þú ert að nefna bara svona greatest of all times myndir. Við erum alltaf búin að taka Star Wars katalógin. Okay, við erum búin að taka Indiana Jones. Skilur við? En þú ert ekki Harry Potter maður. Nei. En Lord of the Rings. Já,
Ok, Meira. þetta er ekki samfærandi. Nei, ég einhvern veginn, sko, leiðu þetta, sko, eins og þú heyri bara þær myndir sem ég er að nefna, þetta er allt einhverja myndir sem eru einhvern veginn svona miklu mannlegri, þetta er ekki einhver álfur með sverð að hlaupa upp á fjall, sko, Nei. að reyna að leita einhver hring, eða einhver lítill strákur með gleru að berjast í einhverjum skóla að því hann er töfrastrákur. Með töfrasprota. Já, að því að ég hugsa bara, þetta er bara science fiction, eitthvað, veist, þetta er eitthvað svona, veist, ég get ekki hort á Game of Thrones til dæmis, sko. Já, ég held að þetta kristallist svolítið í því að þú varst að leggja áhersluna á Indiana Jones. Það er bara gæði með svipu, sko. Ég veit það, akkurat, sko. Og ævintýra þrá. Já, akkurat. Ekki töfrasproti. Hann er ekki með neina hæfili, hann er ekki með neitt eitthvað svona, hann er ekki karakter úr Marvel. Ok, en þá Batman. 9, Christopher Nolan. Nei, ég er ekki búin að sjá hana. Ha? Nei, ég er að tala um 9-3, hérna Dark Knight, Batman Begins, Dark Knight og Dark Knight Rises. Já. Þú ert ekki búin að sjá þær? Jú, ég er búin að sjá, eitthvað af þessu. Þú veist, konceptið með Batman er náttúrulega að hann er ekki ofurhetja, hann er bara ríkur og, þú veist, á leðurblöku bíl. Já. Ég er ekki að samfæra þig. Nei. Jú, ég bara man eftir Batman fyrstu myndinni bara sem að var bara, veist, Michael Keaton, sko. Já, ég er alls ekki að tala um það, sko. Ég veit að þú ert komin miklu lengra. Já. Og nú, mér finnst eins og ég sé svona dálítið búin að missa tökin, sko. Það kemur bara ný Batman-mynd og svo bara fyrir Batman og hvernig Batman var lítill og ný mynd og Superman og Hulk og svo blandaður öllu saman og svo kemur Iron Man og Já, ég skil það, sko. Ég bara missi þráðin. Það er mjög erfitt, ég er mjög sammála því, sko. Ég er bara svona... Síðan allt í einu bara eitthvað Thor og Hulk saman og eitthvað svona. Ég skil það alveg, sko. En Batman er bara svona 3 rock solid eðalræmur, bara kortur í 9 á IMDb, sko. Dark Knight, er það ekki með honum Jókerinn, Heath Ledger? Já, hún er geggjuð, sko. Hún er geggjuð. Og ertu ekki búin að sjá Dark Knight Rises heldur? Nei, ekki viss um það, sko. Ok, alltaf. Ég myndi, ef við varum að taka kvöldsunduna, ég myndi taka alla 3 með þér. Já, ok. Þú myndi bara henda Indiana Jones í tæki fyrir mig. Já, svona. Eitthvað af því, sko. Sem er náttúrulega geggjað, sko. Já, ég fíla það. Hvað varst að gera þetta í Bandaríkjunum 2015? Láta þig hverfa? Nei, það var nú eiginlega ekki það, sko. Það var svona meira, við ákvæðum bara fjölskyldan að því að kona mín, hún fór í doktorsnám. Já. Í samstarfi við, háskóla í Santa Barbara, UCSB, University of Santa Barbara, og hún þurfti að fara doktorsnám í má ég hringi vinn nei, þetta er innan sálfræðidildar háskólans og hún tekur þátt í Já, hún er í sálfræðin. Já, þetta er svona tengt. Þeir eru svona sérstakt par sálfræðings og sjúklings. Já, mögulega. Hún var að klára BA í sálfræði, sko, þegar við byrjum saman, sko. Þá heldur margir að ég væri bara partur á lokaverkefninu, sko. Þannig að svo kláraði hann það og svo kláraði hann viðskiptafræði og rosa mikil svona mennta stelpa, sko, ótrúlega dugleg og vill læra. Okay. Og fór í doktorsnám sem er allt og langt, sko. Doktorsnámi bara getur verið frá bara 3 árum upp í 12 eða meira, sko. Þetta er alveg vesinn, sko. Já. Og ég skil ekkert rosalega mikið í þessu ef ég að segja alveg svo, sko. Nei. Ég veit ekki alveg hvað hún er að skrifa greinar reyna að fá birtingu á greinum í blöð og það er einhver stór rannsókn þar sem er verið að kanna hvers vegna krakkar stama og hún er ekki að sína rannsóknir út frá því og alls konar svona. Já. Rosalegt, sko, fyrir okkur vilsingana. Já. Þannig að þetta var partur af því námi. Og hún þurfti sem sagt að fara erlendis í einhver tíma og við ákvaðum bara að drösla allri fjölskyldunni út til Santa Barbara. Bara í 1 ár? Já. Var ekki geggjað? Jú, velkveð. Þú ert svona bandaríkja maður, sko. Já, þannig séð, sko. Ekki? Ég fekk alveg nýja svona hugmyndum bandaríkin eftir að hafa búið þarna, sko. Já, maður hefur alltaf verið með svona ákveðna einhverjar svona skoðanir á bandaríkjunum. Þetta séu nótulegi vitlýsingar og bandaríkjumenn eru svona og hinsegin, sko. En svo einhvern veginn þegar öll er á botni kvöld, ég ætla að fara úr peysunni. Já. Mér er svo heitt. Já. Að gera. Og svo þegar öll er botni kvöld, þá fannst mér, sko. Já. Sástu, rosalega auglýsingar það. Sko, svo þegar öll er á botni kvöld, þá er kaninn bara venjulegur maður svo við, sko. Já, þetta er náttúrulega 300 okkar milljónir, sko. Þetta er auðvitað alhafa kannan. Einmitt. Þetta er bara, þannig að þar sem að við byggum í Santa Barbara, þar búa, og kannski 100.000 manns. Já. Og þetta er bara svona svipa á Reykjavík nema náttúrulega bara allt miklu svona meira sjarmerandi og það er bara pálmatré og sjór og sandur og fjöll og svo fóru krakkarnir í skóla þannig að leiðut komið krakka í skóla þá ertu komin miklu meira svona inn í samfélagið skilur frekar en ef að ég hefði bara flutt út með konunni minni 25 ára
það hefði maður aldrei verið að kynnast þannig sinni einu fólki að viti nema náttúrulega bara á barnum eða whatever sko. Veist, þú kynnist þannig að veist, þegar krakkarnir í skóla þá fara börni mín að leika kannski við einhver önnur börn og þá fær maður að kynnast foreldrum þeirra og, veist, og þá kemst maður svona aðeins einhvern veginn svona inn í samfélagið á annan hátt Varst þú bara slagur að núta á meðan? Já, ég var bara að vera húsfæðir sko. Bara vingast við hina fóreldrana? Já, ég fór bara að fara á playdate og með einhverjum, veist það var oft það sem ég var bara á einhverjum leikvelli bara með einhverjum 3 konum sem voru saman í einhverju kirkju og krakkarnir okkar voru alltaf að leika saman og þá var ég bara kannski, veist, í 2 tíma bara að spjalla við þær lífið og tilhörunni sko. Og þær náttúrulega vissu ekkert að þú væri Sveppi Krull. Nei. Þær hefði ekki hugmynd. Nei, vissi ekki neitt að ég var búin að pissa í buxurnar ég þetta orma eða hlaupa allspenni við Laugaveginn eða neitt sko. Það hefði ekki hugmynd. Það er geggja sko. Var það samt, fannst eitthvað fyrir? Ég meina, þú veist, hvað er langt síðan að þú byrjar að lappa götur ekki að ykkur og þú vissi bara, það veit allir hverjir. Ekkert á hrókafullan hátt, en þú bara svona veist það er alveg dálítið síðan sko. Þannig ég held að það væri kannski einhver liti smá svona friður yfir því að fara út og bara það var algjör, ég fann það alveg það var ótrúlega þægilegt veist, maður var bara, veist, eins og bara þegar ég fer að vesla í Bónus ég geng út frá því allir viti hver ég er skiljanlega það er bara, að því að það hefur alltaf verið þannig En þarftu þá að vera á einhverjum nálum með það? Nei, ég hef nú ekki gert það sjálfur sko ég einhvern veginn, mér er alveg sama sko þótt allir viti hver ég er eða hvernig ég, veist ég einhvern veginn hef ekkert að fela þannig séð sko veist, ég breyti ekkert hegðun minni út frá því sko bara, nú er ég í Bónus, best að vera beinn í baki eða veist, vera rólegur eða bla bla bla, maður bara er venjulegur sko og það er kannski það sem hefur hjálpað manni hvað best er að reyna að haldi það að vera maður sjálfur bara sko vera bara þægilegur í einskinni en og líka þetta er búið að vera í svo langa tíma sko Veist, þetta er alveg bara frá því að ég og Ötterum í 70 mínútum árið 2003-2004 og eitthvað og svo fyrir við í strákana þá eru við orðin rosa þekktir skilur við, þó svo sé alls konar fólk sem vita ekkert endilega hver ég er en þá er samt rosalega mikið fólki sem að kannast við mig en veit ekkert hvaðan veist, einhverja ömmur og afar eða einhver sem er búin að búa erlendis sér mig bara svona, kannast við hann að gæja, veit ekki hvar sko En þú gæst samt alveg verið í 70 mínútum að þú veist grilli einhverju fólki á götunni og það vissi ekki hverju þú varst, er það ekki? Jú En það kom til einhver tímapunktur sem við þurftum að fá inn eitthvað annað lið í það Og líka bara það, þegar þú horfir á veist, þetta var alveg á tímabili þannig að þegar við vorum að taka upp kannski falda myndavél veist, þá erum við að hrekkja fólk og við hrekkjum kannski 40 manns og það eru 30 sem þekki okkur Já, þetta var þannig og það eru 10 sem þekki okkur ekki og við notum það í sjónvarpið þannig að taka upp falda myndavél frá því að þegar við vorum að byrja þá tók kannski klukkutíma að taka upp falda myndavél þangað til að við vorum farin að taka upp falda myndavél í einhverja 3 tíma af því að það voru alltaf allir sem þekkt okkur þá var þetta orðið svona góðan daginn, hvað er ég falinni myndavél? Fattar það? Já, ég horfi alltaf á ykkur ég mitt maður þá er þetta orðið svona leiðileg Pældiði maður, þið þurfið að vera ég þreytist ekki að pæli, þið þurfið að búa til 70 mínútur á efni fyrir hvert einasta virka kvöld Já og það var alveg sama hvað við tókum upp við einhvern veginn svona, við sýndum bara allt eða skilu við Það þurfti að lækka standardinu lengur tíman Já, guð minn almáttu, sko, ef þú horfir á þetta í dag það er margt þarna sem er alveg hræðilegt, sko og veist þegar ég og Jói og Simmi erum og svo þegar Ötti kemur við náttúrulega vorum alltaf, þetta er bara svona svipað eins og með Ötta í útvarpinu, alltaf að reyna að finna upp nýja dagskrá liði, skilur reyna að búa eitthvað til úr einhverju við vorum til dæmis með strætóbílstjóra dagsins þá fórum við bara í strætó og töluðum við strætóbílstjóra stóðum bara á strætóstoppustöðu og bara, þá er 12 að koma það verður spennandi að sjá hver er að keyra 12 í dag, þið eru í strætóbílstjóra dagsins, svo kom bara strætó við löpum inn og það er bara, góðan daginn, heyrðu búin að vera strætóbílstjóra lengi svo bara tökum við viðtal okkur strætóbílstjóra random, hann keyrði okkur kannski inn á Hlemm og þar fórum við út og þá vorum við konum með atriði og þetta gerðum við líka leigubílstjóri dagsins þá fórum við, hringdum á leigubíl og töluðum við leigubílstjóra En af hverju er þú fenginn inn í þetta frá, út af þess að þetta er Simmi Jói síðan þú og síðan Ötti, eða ekki? Jú, sko, þetta upphæðlega er þetta, sko,
þegar að Simmi og Jói báðu mig að labba hringin í kringum Ísland. Já, Mono hérna dæmið. Já. Þá hafa þeir samband mig. Ég kannaðist nú aðeins við Simma. Við vorum búin að æfa saman handbolta. Hann spilaði handbolta með mér í smástund og svo var hann í öðru liði, þannig að við svona könnuðust við hvern annan. Jói bjói í Árbænum og ég var í Breiðholtinu og einhverju svona vini mínir yngri sem voru með mér í handboltanum þekktu Jóa, þannig að það svona könnuðust allir við alla og Jói og svo var ég í Fjölbraut í Breiðholti og þar var ég náttúrulega bara á fullu að finnast skemmtilegt sko í félagslífinu og reynar að fyndin og sniður og verið í öllum nefndum og allt þetta, var í skemmtinemnd og var í vídeonemnd og tók þátt í ásatíðinni og var í leikritinu, já, fór alveg fyrir mig sko og Jói vissi af því, Jói Áspis og Simmi náttúrulega líka, það fór alltaf fyrir mér í FB, þannig að þegar þeir voru með morgun þáttinn á Mono að þá fenguður mig til þess að labba hringin kringum Ísland og sem átti að vera eitthvað svona sumarflip hjá útastöðinni og ég sagði bara já. Og hvað varstu lengi að þig? 2 mánuði. Var það í alvörinu svona langur tími? Já, ég meina, ég skrifaði dagbók Já. á þessum tíma og pabbi teiknaði upp fyrir mig sko hvernig ég ætti að gera þetta. Þá var Jón Gunnar Geirdal með þess að þá var hann yfirmaður á Mono og kom stundum að grilla þar sem ég var sko. Já. Og ég lagði bara á stað 1. júní labbaði ég bara frá Lynghálsi þar sem að Mono var og labbaði bara niður Móan og út á götu og labbaði bara upp í Mosó og labbaði bara út á Kjalanes og gisti þar 25 kilometra algjör þvæla sko. Hvað er mánuðir? Hvernig varst að vakna bara eftir mánuð? Varstu bara ég nenni ekki að labba núna? Já, minna, sko bara, svo fikk ég félaga minn með mér sem heitir John Ingi. Hann var á bíl og hann var með tjaldvagn þannig að við tjölduðum alltaf eitthvað stað sko. Labbaður alltaf? Ertu að vera heiðalegur? Já, ég man hvar ég svindlaði og það er eiginlega ekki hægt að telja með sko. Ég náttúrulega keyrði bara í gegnum göngin við vorum eitthvað að reyna að ljú okkur út úr því sko. Bara, já, ég ætla að labba á hlaupabretti í gegnum göngin vorum að reyna að búa til eitthvað búlsitt sko. Þannig við keyrðum bara í gegnum göngin og svo var það þegar ég kom inn á Akureyri þá eiginlega stoppaði ég svona rétt áður en ég kom inn á Akureyri það var 17. júní sem að segir okkur að þú ert í 17 daga að labba til Akureyrar ég laði á stað 1. júní frá Reykjavík ef þú keyrir í gegnum göngin sko. þá ert í 17 daga að labba til Akureyrar og ég byrjaði daginn eftir þarna hinum megin við Akureyri þarna þegar þú ert komin yfir brúnna eins og sért að fara á Húsavík sko. Okay. Skilu, það er kannski einhver 1-2 kilometrar eitthvað en annars, ég meina, ég hafði ekkert annað að gera heldur en að labba og þú veist, var konceptið að það væri hringt í þig eða var eða bara svo var alltaf verið að hringi í mig sko, Simmi og Jói voru alltaf að hringi í mig á mótnana þannig að það var eitthvað svona dagskrárliður í kringum já, ég hef nú bara komin hérna á Bifröst maður, já, hvernig gengur? Þetta gengur fínt, já, er þetta erfitt? Já, þetta er alltaf erfitt maður já, var þetta erfitt? Já, það var alveg hrikalega erfitt bara svona líkamlega erfitt? Já, líka bara því að ég var ekkert eitthvað ég var engin göngukall sko. ég var í ágætis formi náttúrulega því að ég var bara að æfa handbolta og fótbolta á þessum tíma en svo allt í henni bara fyrsta daginn labbaði ég bara 25 kilometra ég labbaði bara frá Lynghálsi út að Hvalfjarðargöngum og daginn eftir það labbaði ég út á Skaga og daginn eftir það labbaði ég inn á Borgarnes og veistu, ég var bara að drepast í löppunum ég bara, í hnésbótanum það var bara, ég var með svo mikla strengi að ég var bara að deyja sko og svo fekk ég bara blöðrur á tætnar og bara, þá eru konar bara blöðrur og bara bólni fætur og allt í rugli sko. Og þú varst bara, nei, þetta er allt þess virði. Já, ég meina, ég var búin að taka þetta af mig sko. Þannig varst að klára þetta? Já, svo fannst mér þetta náttúrulega líka skemmtilegt sko. Já, þeir eru raunin bara að vita þér sem bara svona félaga sem að var fyndin og þeir ákveðu bara að draga þig inn í eitthvað tengt bara afþreyingarefni eða? Já. Þetta var bara, það er sumar, það er að koma sumar og Mono var svona eins og FM 957 og það var Mono og FM 957 voru svona tvær þessar popstöðar sko. Já, það. Og Sim og Jói voru á Mono og þeim langaði að gera eitthvað sumarið, eitthvað sprell, eitthvað klikkað, eitthvað flippað og það var ákveðið að gengið á langt með mér Sveppi, gengur á langt í sumar
Og Sveppi var bara eitthvað, Sveppi vinnur okkar Já, sem bara ég var einhver. með í handboltanum mjög virkur í félagslífunni í FB Já. hann ætlar að ganga á langt Já. Þetta konsept maður Og svo bara náttúrulega plugga þeir alls konar drastli, skilur plugga og svo fer maður bara í útvarpsviðtöl og ég var í þættinu með þeim áður en ég fór á stað og eitthvað svona sko. Varstu þá alveg komin inn á rétta braut? Þú veist eins og þarna, þegar þú ert að ganga hringinn Já. með nægan tíma til þess að hugsa Hvað svona á þeim tímapúti, hvað langaði að gera bara í lífun? Hvað var það svona sem að þú sást fyrir þér að vinna við? Sko, draumurinn var náttúrulega alltaf að verða bara leikari Já. eða gera eitthvað í þessum bransa. Þú sóttur í eða ekki? Jú, 3 og neitin í öll skiptin Já. Hvernig fór það með þig? Það var stoltið erfitt í fyrsta skipti. Já. Þá komst ég í 16 manna hóp Já. og var búin að fara í gegnum pröfunar og þetta var búið að ganga ókslega vel og kynntist krökkunum og þetta voru fyrst bara, veist, ég veit ekki hvað voru margir, eitthvað 200 manns sem sækjum, svo það köttað niður í 100, svo það köttað niður í 64, svo það köttað niður í 32 og svo það köttað niður í 16 og maður þar inni, Já. þá maður orðin alveg bara þetta að gerast sko. Og það komast 8 inn eða eitthvað svo Já. Og að fá neitunina þar, það var svona alltaf til skellur sko. Já. Það var heldur skellur sko. Skellur upp á það bara að þú varst komin inn í þetta ferli eða út af því þið langaði að Já, bara mér langaði að vera leikari sko. Já. Mér langaði bara til þess að fara og leika á sviði og leiki bíómynd eða leiki einhverju, bara vera leikari og fýblast eða eitthvað sko. Já. Gera eitthvað sko. Og þú reynir aftur á næsta ári? Já, þá datt ég út í hvað, 32 held ég. Já. Og svo datt ég, manni ekki, svo datt ég bara, komst ég ekki áfram í hinnu sko. Nei, og varst alltaf verri einhvern veginn Já. árunum Náði rosa langt fyrst, svo skemur og svo bara ekki neitt. Já, þannig að það var alveg draumurinn að vera leikari og ég man alveg eftir sko, þegar ég var að labba þarna hringinn að eina sem ég vildi var að ég myndi fá að vera með útvarpsþátt eftir þetta, skilurðu, eða ég myndi fá að gera eitthvað með Jó og Simma eða ég myndi vera eitthvað. Ok, ég skal labba hringinn en ég þarf að fá eitthvað Já, það verður að vera eitthvað smá gulrót fyrir mig. Já. Skilurðu, að ég verði ekki bara labbikallinn, skilurðu. Nei. Að þú ert hérna í podcasti að tala við einhvern gæja, bara, heyrðu, munið ekki eftir gæjanu sem labbaði hringinn í kringum Ísland, hvað er þetta? Sveppa, skilurðu, ég vildi ekki verða eitthvað svona 15 mínútur af fræð gæji. Nei. Mér langaði þetta, að því að mér fannst það eitthvað svo asnalegt, sko, á þeim tíma. Þannig ég vildi komast inn í bransan og gera eitthvað að viti, sko. Okay. Og það bara var, veist, þegar ég kem tilbaka eftir að hafa labbað, þá útastöðin eiginlega fara hann á hausinn, sko. Já. Og það einhvern veginn, Mónu að hætta. Veist, og Simmi fór að vinna hjá einhverju, sko, sem ég veit ekki hvort ég sé að tala með raskatinu en ég held hann að fyrir að vinna fyrir einhverju heimasíðu reykjavík.com eða eitthvað sko. Og Jói var að undirbúa einhvern útvarpsþátt með Svala og ég var svona að reyna að vera með í því og Jói var alveg við erum að pæli út af þetta, ég og Svali verðum svona inn í stúdíónu og það væri gaman ef þú getur komið og verið kannski umferðinni eða eitthvað sko. Alltaf eitthvað auka? Já, alltaf sidekick. Mér fannst það geðveikt sko. Já það? Já, okay. Mér var alveg sama. Þú varst sáttur? Já, bara fáur með. Já. Þetta allavega, skref í rétt átt. Ef maður þú getur ekki byrja bara sem eitthvað aðal og þú bara, ef einhver er tilbúin þú þarft allavega að sína fram á að þú getur eitthvað. Já, en þú varst alveg þarna, þú varst bara, herru, þetta er brautin. Ég ætla í eitthvað svona, ég ætla eitthvað í skemmtikraft. Já. Og svo var það ekkert úr sem útastætti með Simmi og Jóa og Simmi var að vinna þarna hjá reykjavík.com Já, svona heimasíða, þá Simmi náttúrulega er alveg með puttan á púlsinum sko. Já. Alltaf að pæli einhverju og svo kemur að því þá er sem sagt Pop TV sjónvarpsstöðin til en hún sýndi bara myndbönd, tónlistarmyndbönd sem að voru náttúrulega miklu meiri heldur en í dag sko. Já. Og þar er hann Bussi sem er yfir öllu, Björn Þórir hann sem sagt fær Jó og Simma til þess að vera með þátt þar á kvöldin sem að þeir vildu bara héti 70 mínútur af því að þeir voru á Móno þá hétu 70 af því að þeir voru frá 7 til 10 þannig að þeir byrjuðu með þátt sem heit 70 mínútur og ég var með þeim alveg frá upphafi en þeir voru bara á skjánum þeir voru bara 2, þetta var nánast bara útastáttur í sjónvarpinu sko. Já, ok.
og svo voru þeir að taka upp alls konar atriði sko. Þar kemur þú sterkur inn. Já, þar var við vorum með spurningu dagsins, veist, alveg basic ammælisbörn dagsins, bla 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 og ble 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 og Simmi var með veist, þeir voru með alls konar skrýtna dagskrárliði sko. Já, getur rétt ímyndað með það. Og líka bara þeir náttúrulega alveg fáránlega duglegi sko, klippa þáttinn sjálfir og veist, þeir sátu bara með svona þykka bók sko, bara 300 blaðsíður að bara einhverju að læra á eitthvað klippiforrit sko. Já, var þetta ekki alveg harkað? Jú, þetta var alveg bara, veist, það var bara á tímabili var þetta þannig, svo náttúrulega sko, já, þetta er bara tímabili var það vissi ekki hvort þið myndi fá útborga sko. Nú, ok. Já, bara, veist, þetta var bara Pop TV, bara ef þetta gengur ekki upp þá er bara farið að gera eitthvað annað. Já. Veist, það þarf að ganga upp, það þarf að borga öllum laun, það þarf að kaupa græjur og kamerur og bla, þannig að það þarf að redda auglýsingum inn í þetta líka. Þannig að það þarf að finna sponsor og það náttúrulega kemur Simmi sterkur inn, náttúrulega getur selt allt sko. Já, hann var svona viðskiptamaðurinn í þessu. Já, ég veist, hann alveg hélt þessu á floti, svolítið sko, bara með hugmyndum og líka bara að selja kostendur, veist, fá bara 7up og Doritos eða Pepsi og Doritos og Ölgerðin og allt þetta sko. Já. Hann kæfti nú ófáa Doritos-pókana út af þetta var þarna á borðinu sko. Fyrir framann ykkur sko. en eins og þegar saganæði þegar Öddir er að bara grátbiðjum að komast inn í hennar þátt. Já. Þú veist, það lítur að segja eitthvað til statusin sem þið voru komin með, fyrst að fólki veist, ég veit nú ekki hvort þetta var eðlileg hegðun hjá honum en að einhverjum einstaklingi langaði svona mikið að vera með í þessu, það var greinilega alveg orðið vinsælt eða ekki? Jú, þetta var náttúrulega sko jú, það var allavega fullt af fólki að horfa á þetta sko. Þetta er náttúrulega í opinni dagskrá, þetta er á Pop TV, það er ekkert margar sjónvarpsstöðvar í gangi, þetta er bara RÚV og Stöð 2, skilur við, og svo er Pop TV. Já. Veist, í dag, þetta er ekki hægt í dag, sko. Nei. Já, jú, þetta er hægt, þú gerir þetta bara á Facebook síðinni, eða þú gerir þetta bara á Instagram reikningnum þínum, já. Eða þú ert bara með Snapchat, þetta er bara undanfari allt þess, sko. Já, fólk þurfti að horfa á eitthvað og það var bara 3 valmöguleikar. Já. Og þarna voru bara Wayne's World gæjar sko, bara fíblast í sjónvarpinu sko. Manstu eftir því þegar Öddi er að koma inn í þetta? Þekktur hann eitthvað fyrir? Nei, þekkti hann ekki neitt sko. En ástæðan fyrir að hann kemur inn í þetta er vegna þess að ég er að flytja til útlanda. Já, það? Þess vegna þurftu, þannig að sko, þetta er ég, Jó og Simmi, við vorum 3, svo flyt ég til útlanda og við þurftum að fá einhvern í staðinn. Og það var ákveðið að fá Ödda. Ég lent aldrei í Ödda að hann var að reyna að grenja sinni í 70 mínútur. Ég held eiginlega í grunninu Öddi hafi viljað bara henda mér út og koma sjálfur í staðinn. Nei, ég segi svona. Hann allavega hann vildi bara vera þarna, hann var með fullt af hugmyndum og ástæðan fyrir því að við erum kannski að tala alltaf svona hann að hann hafi verið að grenja sig inn. Það var náttúrulega þegar maður veist, var ungur og ég veit ekki hvað gamlir hann, þetta er kannski 24 ára eða eitthvað svoleiðis, 24-5 og veist, það var maður bara mikið á djamminu og maður var að hitta alls konar fólk og það voru allir að koma með alls konar hugmyndir sveppi maður, ég með hugmyndir, fali myndavél og bla 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 og senda tölvupósta og sumir voru aggressívar en aðrir, skilur við, en svo náttúrulega bara er Öddi bara eins og dugleg sáðfruma, hann bara nær inn í eggið og kemst að, þá var náttúrulega bara að tala um hann, að hann hafi verið að grenja sig inn en það voru náttúrulega rosalega margir í veist, allt í einu ég, Jó og Simmi orðin svona pínu frægikallar sko veist, orðin svona pínu þekktir veist, ekki meðal foreldra miklu meira bara meðal ungmenna skilur, allir á aldrinum sko 12-25 ára vissu hverju við vorum sko, en ekkert eitthvað meir en það, þannig að þess vegna tala maður svona mikið um þetta og hann kemur eiginlega og tekur við af mér sko. En líka ástæð fyrir að tala mikið um þetta er bara út af því að veist, þetta er byrjunin á bara magnari svona skemmtikrafta vegferð hjá honum. Alveg ótrúleg sko. Og ég meina hann er ennþá bara einhver mest relevant gæja á Íslandi sko. Já, hann er líka duglur. Já. Hann er ógeðslega duglur. Að hvaða leyti? Hann er bara vinnusamur og hann hugsar mikið veist, ég og Pétur eru miklu latar en hann til dæmis og svona sko, Öddi þarf kannski stundum líka að hafa eins meira fyrir hlutunum heldur en við það er einhvern veginn hentað okkur bara að vera bara rasshausarnir sem við erum og það, veist en Öddi þarf að vera eins duglegri sko já það þarf að hafa fyrir þessu það þarf að hafa eins meira fyrir þessu heldur en við sko já. Sem að, og truflar hann ekki neitt sko hann elskar að vera duglegur og hann endast að koma með hugmyndir
og það sést náttúrulega best í dag sko, út af því að þegar ég kemur með þeim í FM 95 blöð þá hann ennþá bara mættur 1:00 á föstudegi bara undirbúa þáttinn í 3 klukkutíma áður en hann byrjar sko. Já. Það mjög margir sem myndi ekki nenna því. Nei. Það mjög margir sem væru komnir á þennan stað að vera bara með 1 þátt í viku á föstudegi að bara, slukum á maður. Það reddast, tali í 2 klukkutíma, það ekkert mál, við ringjum í einhvern og bla bla bla, en hann vill það alls ekki sko. Hann alveg mætir og skrifa niður hérna, hvort myndur frekar og hvað myndur fyrir cash og bla 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 og pælir öllum dagskrárliðum og þeir hittast stundum 3 og fara út að borða og brainstorma með nýja dagskrárliði og þeir alveg duglegir að halda þessu við. Já, ég held að sé ekki tilvíðun að það sé svona vinsælt sko. Og það náttúrulega bara það sem að bara því sem þú veitir athygli blómstrar. Já. Hlýtur að. Já, ég meina, speki í því, hlýtur að. Já, þannig að hann má eiga það, hann ótrúlega duglegur og alltaf fór hugmyndir og passar upp á, hann passar alveg upp á ímyndina sína og passar upp á allt og heldur, bara á tánum, skilju. Já. Þú og Pétur ákveðu líka að fara í frumkvöla starfsemi sem svona, kannski lýsir sér núna í dugnanum að hún sé ekki alveg að vera veruleika með podcasti. Já, akkurat, sko. Það segir allt sem segja þarf. Viltu tísa það eitthvað fyrir hlustendum? Já. Nú, við Pétur erum sem sagt, það búið að blundi í okkur rosa lengi. Já. Bara svona eftir drauma seríurnar og svo náttúrulega gerðum við grillþátt saman og okkur líður ofsalega vel saman og það að við erum alltaf bara að tala eitthvað rugl og okkur langaði til að vera með podcast og það allir með podcast og það þetta og bla 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 og við svona, ok ég var að prófa og þetta tók alveg rosalega langan tíma að fæðast svo kýldum við á það, bjuggum til nokkra podcastætti og þeir eru bara tilbúinir sko en við vitum ekkert hvað að gera við þá Ég veit eitthvað, já, ertu búin að henda sinna? Nei, kann það ekki Ég veit ekki hvert ég á að setja podcasti sem alveg rosalega sko við fórum við tókum upp fyrsta þáttin fyrir svona 2 mánuðum síðan Já, einmitt, bara búin að liggja á þessu Já. Þú hefði getað labbað hringinn á þeim tíma sko Já, á meðan þú ert búin að glíma við það að negla það sinn Ég veit ekki hvert við erum að setja þetta svo líða dagar og við hittumst og fáum okkur kaffi og svo tókum við upp annað podcast og við eigum núna 5 þætti Já og erum að halda áfram að taka upp en ekkert að vinni það að láta þetta inn Þetta bara til og á lager sko Já. Nei, þetta segir allt okkur sem segja þar sko Já, það Já. Þið eru eins að þessu leitin til Já, þið eru einhvern veginn svona líkari karakterar miklu líkari heldur en þú og Öddi myndi ég halda sko Já á þess að þekkja eitthvað til sko Já, þannig sé sko Já Erum bara svona aðeins hægari sko Já. Bara svona, við erum búin að taka upp og hvað við ekki tala við einhvern hvernig setjum maður þetta á Spotify? Það veit ég ekki maður tala við þessa, tölum maður við þennan svo heyrir maður einhverjum og hann segir eitthvað það er svolítið vesen sko maður það náttúrulega ég bara veit ekki hvernig þetta gert sko svo bara líða dagarnir sko Já, það er nóg hár þröskuldur fyrir ykkur til að yfirstíga þetta Já, svo þá náttúrulega fer maður að pæla í því sko hvort að neyðin kenni naktri kona spinna sko Já Þannig að ef við værim í neyð þá værum við líklega búinir að koma þessu út í kosmosið og ef við værum í álfunni ef við værum ekki á fullu í kannski einhverju öðru og bla 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 sko, þá myndum maður bara vaði í þetta og kýla á þetta en við erum svona með háar hugmyndir að þetta verði komið fyrsti þáttur fari í loftið í apríl Ok Þá er komin einhver pressa núna Já, ég held að fyrsti þáttur fari í loftið í apríl sko en ég veit ekkert hvort það var á Spotify eða ég veit ekki hvernig þú setur hann inn á ég ringi bara í Pétur og hann kemur þetta eftir og þú græðir þetta ekki að vinna í þessu alltaf Jú, ég er bara að fá Pétur hinga bara þarf hann að sitja yfir okkur með að við gerum þetta Já, mér finnst ég þurfa að hitta fólk Já, okay. Ég er svolítið svona svo gamalt fólk sem fer í banka sko. Viltu ekkert vera að gera þetta í netbankanum? Nei, ég fer í banka og tala við einhvern Veist það svona gamalt fólk fer í banka ég veist eins og langamma kona minna sko, eða amma kona minna, hún fer í hraðbanka tekur út pening, fer í banka og borgar með peningunum í banka sko. Já Það er rosalegt sko. En það er líka, ég veit einu svoleiðis og hún er að lenda í tómu vesenni núna í COVID-faraldrum sko. Já, einmitt Það er bara, nei, þú ert að gera þetta í netbankanum ég er ekki að fara að læra þetta núna sko. Nei, bara á gammalsaldri Já Bara glemdu hugmyndinni Ég þarf að taka út, sko, ég þarf pening núna
algjörn bras. Þú varst að rétta mér hann pening. Nei, þannig að við ætlum að reyna að henda þess að eitthvert. Já. En ég er líka gaman að því, ég myndi að segja að sé engin pressa á þessu, þú veist, það þýðir líka að þetta er að spretta upp frá ykkur. Ég meina, þetta er bara þið að reyna að búa eitthvað til, sko. Já. Frekar heldur en að gera þetta fyrir einhvern eða á vegum einhvers. Já, þú veist, það ég, við erum bara að því okkur finnst það gaman, sko. Já. Og við fengum bara að lána að mæka og fórum út í bíl og keyrðum í klukkutíma og töluðum saman. Já. Máldött. Svo getur vel verið einhverju finnist þetta gaman og einhverju leðilegt, sko. Já, það er yfirleitt þannig. Já, akkurat. Með allt. En ef þú myndir núna bara fá, segjum bara miljard. Miljard? Já. Okay. Peningar bara ekki lengur issue. Já. Nema, gæti alveg trúa þér til að lifa ofhátt. Til þess að þú getur bara ekki, þessi miljard myndi ekki duga þér út æfina. En allan, ég er að reyna að setja upp einhverju upp að sem að bara endist þér. Já. Hvað myndir þú gera við tímaðinn? Hvar myndir þú bara eyða tímanuðinum ef þú þurftir ekki að vera eðunum í því að búa eitthvað til fyrir peninga? Ég myndir bara keyra með Pétri? Ég myndi vissilega kaupa kannski betri bíl fyrir okkur Pétur eða eitthvað. Nei, ég myndi fara til útlanda. Nei, en ég er að tala þú veist, segjum bara fjárhagsáhyggjur eru bara úr myndinni. Já. Og þú þarft ekki að vinna fyrir pening. Já. Já, þú meina hvað myndi ég gera? Já. Ég myndi nú örugglega vera bara að gera ennþá það sem ég er að gera, sko. Já, ég held að þú sér svolítið á þeirri hillu, sko. Já, það er nú oft með okkur svona, sko, trúðarna skástrík listamenn og leikara og alla þetta. Maður hefur svo, held ég, sköpunar þörfin er svo mikil. Skilur? Ég get ekki hægt að hugsa, þú veist, eins og stundum langar mig bara ennþá að vera með 70 mínútur. Mér langar bara að hlaupa eitthvað allsber eða mér langar bara að hrekkja gamla konu eða, skilu, þú losnar aldrei við þetta. Þið langar bara að fíblast og hafa gaman og gera fyndið og koma því á framfæri, sko. Já. Þú veist, og bara eins og það ég búin með svo miklar hugmyndir bóli, eins og þessi bólur hérna, svartu bólur. Skilur, ég opnaði heimasíðu sem heitir gottstuff.is. Er það bara frá þér? Já. Það er bara þú sem ertu bak við það? Já. Já, ok. Og svo er bara félagi minn sem að bjóð til heimasíðuna og svo er annað félagi minn sem að er með mér í þessu sem að býr til bólina, sko. Já. Ég kem bara með hugmyndir af bólum, endalaust. Já. Og ég ræði ekki við mig, sko. Ég er að fara að hitta hann í kvöld af því að hann þarf að fara að búið til fleiri bóli, sko. Ég er með svo mikið hugmyndum. Mér langar að setja alls konar drasla á bóli. Og hann er alveg bara, hann hefur sér ekki undan að búið til bóli, sko, sem að mér langar að setja inn á heimasíðuna og mér finnst það bara gangu hægt, sko. Já, þess að bara veru úrvalið er ekki nóg. Nei, ég vil bara dælinn meira og meira og meira, ég er hömlulaus í þessu, sko. Já. Og sama, veist, þegar maður sér einhverja sjónvarpsþætti eða sér eitthvað á netinu, maður bara hausinn á manni fer bara á milljón á stað. Þú veit, það er gaman að gera þetta, við erum að gera þetta, podcast, við erum að deila podcast, fyrir bara að keyrum og tölum saman og, heyrðu, gerum sjónvarpsþátt, ég er með hugmynd að sjónvarpsþætti, gerum þetta og þetta. Já, er þetta ekki búið að vera svolítið, það er svolítið ástæðan fyrir ég spyr, sko, ég sé ekki alveg fyrir mér að þú sérst að gera eitthvað bara út af því bara eitthvað, þarf ég að gera heimilda þetta eið. Jú, hendum í það. Er þetta ekki bara allt frekar skemmtilegt? Jú. Og allt svolítið svona bara nokkurn veginn komið frá þeim stað að þið langa að gera það. Jú. Allt sem ég hef gert eiginlega, sko. Já. Kemur þaðan. Það er enginn að biðja mig að gera eitthvað, sko. Nei. Nema náttúrulega, vissulega, ef maður er veislustjóri eða skemmta þá er einhver að biðja mann að gera það, en þetta er allt eitthvað sem er ógeðslega skemmtilegt. Já. Veist, eins og þætti þetta með Eðsmár, það er hugmynd sem var búin að blundi mig lengi að gera. Já. Og ég vissi alveg að það er vesen að fá það í gegn. En það gekk á endanum. Að fjármagna þættina eða að fá Eið til að taka... Já, bara svona sýllita í hverju, sko. Já. Bara meðal annars að fjármagna þættina og fá Eið í að gera þetta. Tók hann alveg vel í það? Jú, hann er náttúrulega svona hummari, sko. Já. Já, veit ekki alveg hvort þetta er góð hugmynd og veit ekki alveg hvort hann ennast í þessu og hvernig er alltaf að gera þetta og hvað fæ ég borgað og hvernig virkar þetta og hver er að fara að gera þetta með okkur og hann er svona alls konar hugmynd, alls konar svona spurningum sem þurft að svara út af því, sko. Bara svona best væri að sleppa þessu í rauninni. Já, einmitt. Þannig að en það var samt eitthvað sem var svo, þetta var svo heiðarlegt, sko. Þetta varð að gerast. Já. Fannst mér. Já. Og sama eins og með pappaþættina, það er eitthvað sem er búið að blundi í mér ógeðslega lengi að gera. Já. Og mér langaði svo ógeðslega að gera þetta. Ferðast með pappa? Já, taka upp þætti með pappa, sko. Af því að hann er skemmtilegur, sko. Já, það langaði bara að koma honum fyrir framan kamerun. Já, mér fannst bara hugmyndin góð. Já. Skilur. Og veist, eins og með grillþátturinn með Pétri, við gerum grillþætti. Veist, basically hugmyndin var bara því að mér er svo gaman að grilla, sko. Já. Þá langar mér bara að gera grillþátt. Og gerum hann bara svona og teiknum hann einhvern veginn upp og búum hann til, sko. Já. Þannig að
Já, ég veit ekki, veist, maður einhvern veginn, ef ég ætti miljard þá myndi ég ekki setjast í helgan stein, skilur. Nei. Þá myndi ég bara nýta hann í að gera það sem allt stöffi sem ég á eftir að gera, sko. Ja, bara fleiri bólir. Já, fleiri bólir og fleiri asnalegi sjónvastættir og name it, sko. Ég hef hitt pappa Já. Sem kannski ekki frásögu færandi en ég og félagi minn, þegar hún kannski svona 10 ára, ég veit ekki, þá fórum við og spurðum eftir þér. Eða leituðum að, er hann ekki nafniðin? Jú, Sverrir. Alnafniðin? Ekki alnafniðin. Ekki alnafniðin. Allan. Við leitum á, þú veist, símaskráni eða eitthvað, finnum átt heima rétt hjá mér, löpum, spurðum eftir, kemur út einhver gammalskall sem var ekki Sveppi. og í staðinn fyrir að, og við föttum að þetta er pappans og vinur minn fyrir eitthvað inn, ég beði fyrir utan, bara eitthvað, er þetta síðast skipt sem ég hitt hann? Bjóstu upp í smábókari? Nei, þetta er rétt hjá grensásveginum. Já. Kemur síðan Stefán vinur minn aftur út og segir, herru, hann býr í Hæðargarði. Þá hafði pappiðin bara látið að grafa adressuna, bara, já, sælir. Já, neini, hann býr ekki hér. En hann býr alltaf rétt hjá. Fyrir ekkert að vera eitthvað, já, neini, hann býr ekki hér, ekkert verið að spyrja eftir honum minna. Hann bara gefur okkur rétt adressu, vísar okkur beint á þau. Og fóruð þið heim? Já, þú varst heima. Nú, ok. En sjá okkur í dag. Það var komið hingað. Það er alveg bankað upp heima hjá mig, sko. Er það? Já. Allavega svona þegar ég var með barnaþættina. Já, bara svona krakkar. Já, þegar ég var að gera algjör Sveppi, þá voru krakkar að banka heima, sko. Og héldu að herbyggi mitt væri það. Okay, og héldu að konan mín væri mamma mín. Já. Sem ekki að fyndi. Fyrir allar nema hana. Ég get trúið að þetta sé mjög krúttlegt en líka oft bara svona mjög óþægilegt. Já. Alveg mögg pirrandi stundum, sko. En Þú ert ekki komið með svona hlið fyrir utan hér? Nei, reyndar ekki, sko. Svo það er aðstæðanlegt líka, sko. Við búum bara á eyju og það, veist, ég hitt allt þetta lið í bónus og skiptir engum máli, sko. Svo komum við krakkar og sjá mig bara, veist, bara með alskegg, skilu við. Já. Bara, halló. Bara, Sveppi heima? Já, ég er hann, hvað hann þar? Maður sjá herbyggitt. Það er ekki hérna, maður. Það er annars staðar, sko. Það veist. Einmitt. Maður þarf bara að díla við þetta. Já, vorulega krakkar að spyrjast þér? Já, á tímabili, sko. Það var þegar þú varst með bara barnaefnið, eða ekki? Já. Yfirleitt svona á laugardags og sundagsmótnum þegar þátturinn var nýbúinn og þau vissi að þetta heim í götunni eða eitthvað svona, sko. Það er geggjað, maður. Já, bara krútlegt, dásanlegt, sko. Miklu, já. Ég myndi alveg hvetja krakkar mína til að fara út og spyrja eftir einhverjum frægum. Já. Bara reyna að hitta á hann. Já, það er alltaf leið. Já, mér fannst það svo gott hjá pappaðinum að vísa mér á þig frekar heldur en að bæja þessi burtu, sko. Já, svo veist, eins og það eru margir krakkar sem bara, ég veit hvað átt heima, ég bara, já, þið verða að kíkja í heimsókn. Bankið upp á það eitthvað, sko. Þá leiðum frá foreldrum fyrst. Já. Segja hvert þið er að fara. Já. Ég myndi aldrei bjóða þeim inn. Já, krakkar, komið nú hérna niður í kjallara til mín. Það sýn ykkur hana. Það er fullt af nammi þar. Já. Nei, þannig að mér finnst þetta bara gaman, sko. Já, það ekki. Jú, þetta bara trufla mikið neitt, sko. Þú ert ekki, nú var Latti hjá mér í síðustu viku. Já. Hann er svona aðeins, hann fyrir svona svolítið aðeins öðru sig að fræðinni, heldur en þú. Já. Hefur ekki unnið eitthvað með honum? Jú, hann var með mér í hérna Kall á þakinu. Já, hann var þar, einmitt. Hann er svona aðeins lítilátari og kannski ekki á neikvæðan átt athyglisjúkur. En þú veist, ég meina þú far orku út úr því að koma fram og fá fólk til að hlæja og hann gerir það líka. Já. En svona, hann er svona lítilátur og hófær og rólegur, sko. Já, hann kom mér alveg óvart, sko. Já, það ekki. Já. Hann sko, veist, hann er ekki með mestu lætin í partíinu, sko. Nei. Einmitt, þú ert kannski meira þar. Já, ég myndi allavega að reyna það. Já. Það var mjög pirrandi ef ykkur annar. Já, það er alveg óþólandi, sko. En veist, ég eins og bara það að ég var að vinna með Latta og veist, við erum ákveðtis félagar, sko. Já. Og spjöllum saman þegar við hittumst og allt þetta og svo þegar maður að vinna með honum, hann var bara óskaprólegur og veist, þegar við vorum að leika í leikritinu þá fannst mér svo gaman að vera í leikhúsinu og hitta alla krakkana og hitta allt fólki sem maður er að leika með og bla bla bla. Já. Hann náttúrulega búin að gera þetta í 100 ár, skilurðu. Já. Veist, þá satt hann oft bara inn í herbygginu sínu bara að ráða krosskátu og hann var ekkert að koma fram og segja brandara, sko. Nei. Bara í vinnunni og rosa gaman og stóð sér vel og allt en hann var ekkert eitthvað svona hrókur alls fagnaðar. Nei. En hann tók þátt í öllum samræðum og svona og veist, hann mjög svona hóvær eins og segir, sko. Já. Hann málaði þessa myndið? Já, einmitt, hún er lattaleg, sko. Já, það er frekar klika, hann hafi bara hent sér í þetta. Já.
steindi á eitt málverk, keypti málverk eftir Latta á uppboði. Já, Og mjög gaman sko. það er svolítið cool að menn geta svissa svona á milli, sko. Eða, hvað svissa á milli, ég meina bara, Já, bara vera, fjöllistamann. já, einmitt sko, ógeðslega svalt. Já. Síðan er hann núna að leika í dramanu svolítið. Já, í jarðarförinni. Ert þú eitthvað þar, eða? Í drama? Já. Nei, það hefur ekki farið mikið fyrir því. Nei. Og og ekki það að ég hafi eitthvað mikið verið að sækjast eftir því endilega sko. Nei. Það er skemmtilega samt umræðan með sko, dramaleikarana sko. Og fórum við myndið að ég og Latti að kannski svona aðeins litið niður á gamanið sko. Já. Meðan drama verður svo háflegt og virðulegra sko. Já, einmitt. En síðan þegar miklu erfiðar fyrir dramaleikarana að svissa yfir í gamanið heldur en gamanleikarinn yfir í dramað sko. Já. Eins og út af vorum líka að tala um Adam Sandler sko. Fyrst að Uncut Gems sé eitthvað svona þingri sko. Já. Og það verður líka oft með þegar að sko gamanleikari leikur í drama það er svo að verður stundum eitthvað svona aðeins meira drama í því ef hann gerir það vel. Já. Það er eitthvað alveg bara wow, ef hann nær því sko. Já. Ég meina að sér bara Robbie Williams sem að var í Good Will Hunting einmitt, að leika sálfræðing. Robbie Williams er bara klikkaður skemmtikraftur og stand-up comedian og hann mætti bara í spjallþætti og David Letterman og bara alveg tók yfir þáttinn og algjör gosi sko. Já. Svo bara þegar hann leika þennan drama karakter í Good Will Hunting það er bara rosalegt sko. Já, ég sá hann bara í Flubber, eða ekki? Jú, Flubber. Flubber og Good Will Hunting. Það er bara svona tveir mismunandi einstaklingar fyrir mér sko. Og hann var alltaf í einhverjum fíblaskap sko. En svo leika hann í Dead Poets Society og meðal annars þessari Good Will Hunting og geggja sko. Já. Gamanleikari sem nær góðu drama það er alveg bara kremdalega krem sko. Já, einmitt. Rosalegt sko. Nei, en ég hef ekkert verið mikið í því sko. Nei, farið í dramað. Ekki strax. Nei, og það er líka eins og svo veit maður alveg, það er engin eitthvað bara svona, heyrðu, ef ekki að fá krullótta dvergin sem er alltaf á lögadagsmorgnum að smyrja samloku til að leika barnaník, maður er ekkert eitthvað svona fyrsta hugmynd af einhverjum til að leika einhverjum drama. Það rýnir inn í dvergin sem eru glitra tár. Akkurat, sko. Þannig að og það trufla mikið neð, sko, svo er ég náttúrulega, finnst skemmtilega að gera eitthvað sem er fyndi og sniðut, sko. Já. Hvað er svona þitt besta verk? Mitt besta verk? Ég veit ekki, sveinu þá. McDonald's-sketsin. Í svínasúpunni? Heyrðu, hann er ofalega allstar. Ofalega? Já, svona, veist, það er oftur að vitni hann við mig og það var einhver, inn á nútímanum var verið að tala um svona bestu svínasúpu-sketsarnir. Já, þessi er nú alveg, þetta var líka svona, þú veist, fólk heilsaðist alveg, Magdæin Magblessaður. Ég var einhver tölvupósamskipt einhver stelpu sem skrifa alltaf Magdæin sko. Já það. Magdæin, er þú eitthvað að skemmta? Óþólandi eða snilt? Bara skemmtilegt. Eða ekki? Jú, geggjaði, við erum vitni eitthvað sem þú býr til sjálfur, mér finnst það aðeinslegt. Já. Annað verið fáránlegt líka. Síðan áttu náttúrulega hinn viðfræga frasa góðan daginn Auðun Blöndal. Já. Áður skottir á hann, bala af vatni. Já, ég vissi ekki, það er mjög stutt síðan að ég frétt af því að þetta væri eitthvað svona frasi sko. Já. Ég er að pæli að setja bara ból. Góðan daginn Auðun Blöndal. Góðan daginn Auðun Blöndal. Má ég kaupa fyrst eindag? Já, sjálfsög. Ég þarf að redda mér húðu fokki Sveppi Krull. Já. Ég hefði að koma með fyrir. Já, ég kaupa hann bara. Já, geggjað. Er þetta heimsend? Það maður að fara eitthvað að sækja þetta? Nei, ég sendi þetta bara til þín. Heim til þín. Allt í gegnum bara póstinn? Já. Jöfus, lúksusmaður. Máldu, þetta kemur í lúuna til þín sko. Það? Já. Mjög næ sko. Já, maður þarf eitthvað að vesla. Þú voru að kíkja á netið, það er svo gaman að vesla á netið núna. En þú veist, hittir maður ekki alltaf að vitleisa stærði? Þá er þetta nú bara eitt símtal sko, út með gemsa minn sko. Já, það. Ég er búin að fá mörg símtöl. Já, það sé vitleisa stærði. Já, eitthvað sem pantaði óvart 6 bóli í staðin fyrir 1 og getur fengið endurgreitt. Það er svona alls konar vesen og þá er alltaf hringt í mig bara. Ég er að panta bóli þetta. Hvernig er þetta ekki með barnastærðir? Alltaf svara einhverjum svona skrýtnu spurningu sem ég bjóst ekki við sko. Já, þú græði náttúrulega auðvitað og svonans. Já, bjóti samfellu. Samfellu, keypti samfellu bara í H&M. Fallegara barn heldur en öll til saman. Sko eins, þú lætur nú ekki mikið frá þér á netinu en það sem kemur fram, það er gull. Já, mér finnst þetta ógeðslega gaman að Twitterinn eins og vorum að tala um á hann, sko, það er eitthvað
það eitthvað sem að bara fyrir mig, sko, mér finnst þetta svo skemmtilegt Já, augljóslega, sko ég dyrki Þetta algjör síra Já, og fullt af fólki sem finnst þetta ekkert endilega fyndið og þetta fer yfir strikið jafnvel og eitthvað svona en mér finnst þetta alltaf ég held að þeir sem hafa gaman að mér og fíla mig að einhverju hluta til finnist þetta geggja sko að komast í þetta rugl það algjör veisla sko, þetta bara gullkista rugli sko. Sen þetta líka bara svona mánaðalegt eða eitthvað, þetta ekki nóg mikið þetta alltaf absúrt sko. Já, þetta ótrúlega skrítið alltaf að strjúki gegnum hárið á einhverjum sprautufíkli ógeðslega fyndið vel svo fallið sprautufíkli svo skrítið gott sko. Endar alltaf líka meira ruglið alltaf maður sussum sveim gaman að þessu Já, en ég held að hérna Magdæin sé nú svona hann svona besta en mér þykir eins og veist að tala bara svona hvað mitt besta verk það náttúrulega sko, mann þykir trúlega væntum þegar að þú færði ykkur á hugmynd og hún verður á veruleika skilju eins og svínasúpan, þarna erum við að búa til einhverja þætti, við skrifum handriti svo verður þetta veruleika og þetta er komið út í kosmosi það einhver ákveðin þróun í því sko sami eins og með steipustöðuna það bara, þá sitjum við bara ég, Öddi og Steindi og skrifum bara sketsa algjöra þvælu sko og bara við bara yes, bara ef þetta verður gert þá þetta svo mikið gull sko eins og Prumpus og Fartus það er bara að finna sem ég veit sko bara njálgarnir sem að búa í rassinum og Jens og það sé eitthvað leikrit sem verið að fara að setja upp í Þjóðleikhúsinu þetta bara ógeðslega fyndið að það séu bara 15 manns í krúi að taka þetta upp sko og búa þetta til En hvernig eru brainstorming session? Það náttúrulega hérna, mjög skemmtilegt ferli þegar að við sitjum bara 3 og erum að brainstorma Ég geti trúið að allt þurfi bara að fá að fljóta Já Það þarf að saman hversu súrt það Já, og það engar hömlur í hugmyndavinni Nei, ég mitt að segja það sko Það skiptir engu máli hvort við erum að gera grína dvergum eða konum eða hvort að það ekkert PC, það ekki neitt það bara algjört hömluleysi í hugsun sem náttúrulega bara þvílít frelsi sko að vera ekki að pæla í einhverju sko hvort þú sért að gera grína kýmverum hvort þú sért með eitthvað rasista grín eða hvort þú sért eitthvað bara það allt leyfilegt og það geggjað sko Já. Og svo þarf maður bara að pæla þetta fyndið eða erum við bara fyndir að þetta rasíst eða þetta þetta ótrúlega djúpar pælingar með grín sko Hefur mikið verið stoppað af í framleiðslu eða? Allt og lítið sko Allt og lítið? Já, það ekkert stoppað sko Já, þannig haldið að það myndi nú Við gerum alveg stólpa grín ég meina við letum Tómat vera barnanýðing og ég meina, einn okkar finnast í sketsi Kristján nágranni sem að Steindileg sem var hrifinn af 8 ára nágranna sínum og var alltaf eitthvað að pæla í honum ógeðslega fyndið og líka við fórum alveg svona svolítið gerðum þetta náttúrulega bara gríni og veistu, þetta ekkert eitthvað ógeðslegt en jú, þetta náttúrulega ógeðslegt af því að það gamall maður sem skotin í 8 ára strák en bara pælingin bara svo ógeðslega fyndin að það ekki hægt að sleppa þessu sko Nei. Og við bara vonumst til þess að þegar við matriðum þetta þá sé þetta að það sé húmórin sem að skín í gegn frekar en eitthvað annað Já, ég meina það alltaf auðvelt að hneykslast á þessu sko Já, og það náttúrulega það sem að grín náttúrulega hlýtur að snúast það náttúrulega að sko fara aðeins út fyrir boxið og aðeins yfir strikið og aðeins að sína einhverja aðra hlið á málunum sko Já En síðan núna þá situr eftir með eins og bara með svínasúpuna ég myndi segja að hún sé bara að ná svona sama fóstbræðra stalli og hérna Já, og er gangi kannski fyrir kynslóðuna fyrir mína kynslu sem dyrka fóstbræðra sko Já Einmitt, það rétt og ég heyri mjög mikið einmitt guttum á þínum aldri sko sem að rifja upp sketsa úr svínasúpunni sko Já Mér finnst þetta ásannlegt Það ekki? Jú, það rosa gaman sko Svo einn svona kvöldserja sem við gerum sem heitir Ríkið Já, hún mér hún mitt vera hérna, sko, það eru harðir aðdáðandur en þeir eru ekki margir og af svínasúpunni eða 70 mínútum Einmitt Þeir eru fáir en þeir eru grjótharðir sko og kvísla stundum bara sketsunum upp í eira á mig bara þeir vita nákvæmlega hvað sagt og kunna bara handritu utan sko. Já, einmitt Hún fór svolítið fyrir ofangarð og neðan svo sería sko Já, hvað liti? Þetta átti upphaflega að vera við gerum 2 seríur af svínasúpunni og við ætluðum að gera 3. seríu
Af svínasúpunni? Já. Ok. Og svo var það sett á hold Já. og við vorum byrjað að skrifa og svo var það sett á hold og svo var liðið of langt frá fyrstu 2 seríunum, þá langaði okkur að breyta þessu og gera eitthvað annað og við byrjuðum að skrifa sketsa út frá einhverju sem gerist allt inn á einni skrifstofu, veist, mötuneyti, skrifstofa, kaffivélin, reykskýlið, bílastæðið, allt á einhverju sama stað, fórum með alls konar þannig pælingar í gang, fengum fleiri til að koma og skrifa þetta með okkur og breyttum og hættum við að gera svínasúpu 3 og gerðum bara nýtt konsept sem heitir bara Ríkið. Og bara mjög fínt sko, Silja Hauks leikstýrir þessu og fullt af fínum leikurum og fínum sketsum og margt mjög skrítið og súrt sko. Já. Og allt upp á 10 sko. Já. En þetta var ekki, fólk skildi þetta ekki alveg. Já, þetta var líka alltaf svona óskilinett. Já, mér finnst samt svona eins og núna eitthvað í seinni tíð, þá sé ykkur sem bara svona, elska Ríkið sko, það finnast það sjónvarp sem hefur gert eitthvað. Af því að þú veist, þetta gerist inn á skrifstofu allt rosalega mikið, svo koma líka svona hliðarsketsar sem þú veist ekki hvort það tengist Ríkið, veist, þetta oft þarf maður að matreiða hluti kannski aðeins betur í fólk. Já. Skilur þannig að bara, veist, ef þú ert að horfa á eitthvað og skilur það ekki alveg, þá nefnir ekki að horfa það. Já. Alla á sumil. Já, það sem, sko, þröskuldurinn á mér í þessu var að ég elst ekki upp á Stöð 2 heimili. Nei. Þannig ég alltaf að, þú veist, velja tíman til þess að biðja að fá að fara yfir til nágrannans og fá að horfa á þátt. Ég vildi ekki vera of upp á þrengjandi að fara bara leið og eitthvað þáttu sem ég vildi horfa á, eins og Simpsons var sýndur eða eitthvað. Þannig, þú veist, ég valdi alltaf svínasúpuna, sko. Sem vissi ég bara ekkert hvað þetta Ríkið var. Nei, einmitt. Þannig, þú veist, ég eyddi frekar bara slottinu minni að horfa á Idol-liðið eða eitthvað. Akkurat, sko. Heimsóknunum. Já. Og það var ekkert eitthvað, þá kannski ekkert horta á þetta allt í einu eða playa þetta. Nei, einmitt, sko. Þetta var ekki aðgengilegt. Þetta var bara línuleg dagskrá og þú sem bara sem gefið út bara eitthvað best of eða eitthvað. Já, einmitt sko. Já, talandi um best of, best of 70 mínútur diskarnir. Já. Voru þetta ekki bara eitthvað metsölu diskar? Þeir seldast þú að mikið sko. Það ekki? Jú, þetta var náttúrulega líka bara skemmtilegt stöf og þetta var bara á þessu tímabili þar sem að DFD var bara the hottest thing in town sko. Já. Og við líka dugli, það sem náttúrulega hjálpar sko sölu á svona diskum náttúrulega við vorum allstaðar að árita diska. Veist, við töluðum bara það í sjónvarpsþættinum okkar 70 mínútur sem var bara hverju kvöldi bara, ekki missa af okkur í kringlunni á morgun klukkan 4 þá ætlum við að árita diskin og þá var bara röð að krökkum. Fólk mætti? Já. Hvað langt sér nú áritaður? Það ekki bara búið það? Jú, nánast sko. Það eiginlega bara skringilegt ef einhver bauðum mannum í 100 áratun sko. Meðan í gamla dag þá bara... Þá snýrist allt þetta sko. Já. Sem var oft aldrei þægilegt sko. Já, eða ekki. Núna þetta væntanlega mynd, eða ekki? Nú þetta selfie, sko. Já. Miklu nettar að vera bara eitthvað sveppi hérna, hann skrifaði þetta. Já. Bara þetta er nafnið hans, skrifað af honum. Já. Á þessa servéttu. Já. Nú allir bara, maður bara að labba niður Laugaveginn og það bara eitthvað bara, hei, hérna, og maður lítur eitthvað, það bara eitthvað sími á loftu, bara, takk. Já. Bara verður þeirra góð. Ekki málið með þær. Já, nefnilega 3 myndir með mér. Já, ok. Þetta sá, veist. Sarna. Það bara allir smellandi endurast að myndum. Svo maður kannski búin að fá sér 4 bjóra, það eru alltaf milli bara, gefur ykkur rassust, maður fá mynd, maður allir, veit það ekki alveg. Má ekki bjóður áriðum frekar eða? Ég vildi ekki einandar áriðum. Jú, ekki að skrifa eitthvað að því hérna. Á handlegginn? Já. Það er ekki með túspenna. Er ekki sátt við það? Nei, nú það alveg búið sko. En það var náttúrulega það sem að hjálpa okkur að koma þessu yfir 10 steindöku í platinumplötu sko. Það rosa mikið, eða ekki? Jó. Ég gerum ekki grein alveg fyrir hvað mikið að selja. Nei, þetta var svona 5.000 var gull, 10.000 var platinum. Já, ok. Svo fengum við platinumplötu og þá var afhending á þeim, fengum alveg svona ramma með disknum, platinumdisk, 70 mínútur, 10.000 eindök seld. Þetta niður í kjallara hjá okkur flestum nema auðvitað, hann með þetta på vegg. Já, það hann heldur upp á þetta. Hann líka gerði eitthvað í þessu, hann var duglegur. Þið voru bara eitthvað fríræta með maður. Hann vann fyrir þessu. Það merkir eitthvað fyrir honum. Það merkir eitthvað fyrir honum, það hann hárið. Hérna í þáttunum hvað heita þær? Grínþættinni sem Björn bara grín. Já. Það fer hann yfir svona grínþætti sem hafa verið gerðir. Já. Og það er svo sagan að þegar þú og Simmi fóru saman upp í bústað. Já, einmitt. Veistu hvað bústaðaferð þetta er? Já, legendary. Hvað hérna áttu sér stað þar? Það var svona peppferð. Já. Þar voru við nú bara að reyna að peppa okkur saman strákarnir.
Það er svo hrista hópin saman hrista hópin saman sko, þá þetta það bara ég, Sim og Jói vorum Já, bara þrír. þrír. Já, Öddi var ekki komin til söguna sko. okay. Og við fórum upp í sumarbústað sem var í eigu Íslenska útvarpsfélagsins sem bara Stöð 2 og Sín og tókum með okkur svona betatæki sem sko Betamax já, Já, bara með svona stórum spólum Já. af því allir þættirnir okkar voru teknir upp og svoleiðis Já það þannig að við tókum fullt af svona spólum með okkur og betatæki og ætlum að fara að horfa á svona það sem við vorum búinir að búa til strákarnir, aðeins svona að fá smá svona ego kýll og allt er góð með það og við förum upp í bústað og það er töðugjöld á Hellu. Töðugjöld á Hellu er bara eins og Kótilettan á Selfossi eða Blómlegi dagar í Hveragerði eða, þú veist, skilur við þjóðatíði. Ha, töðugjöld Töðugjöld, já. Gjöld Það er eitthvað svona hestakjaftaði. Gjöld Já. Ég held að vera að tala um bara svona eins og þú þurft að borga til þess að fara í gegnum Hellu Nei, þetta heitir töðugjöld, þetta er búið að vera í mörg ár. Það er svona kvöldvaka og... Það er bara eins og að skýra útiháttið bara virðisaukaskattur Já, basically sko. Ok, hættilega Ertu búin að borga töðugjaldið? Ég myndi eitthvað, já, ég þátt að voru þá töðugjöld Það er búið að afnema töðugjöldin á þessum reikning. Þetta er ekki það sko. En þetta er í fyrst skiptið sem að einhver segir mér þetta svona sko. Fyrir mér er þetta alltaf bara töðugjöld á Hellu. Ok, Nú ert þú búin að eyðileggja þetta orð fyrir mér sko. Já, sem við geggjum sko. Alltaf Þannig að það er einhver svona hátíð á Hellu. Já. Og við förum þangað og erum í sumarbústað og það er bara rosa góð stemming, við erum allan daginn og erum að horfa á bara okkur sjálfa og hvað betum að fara og hvað við getum gert og vorum bara að brainstorma og allt þetta og svo duttum við það fórum á ball með mannakotnum komum heim og ég og Simmi vorum eitthvað aðeins að þræta og hann er náttúrulega stór og sterkur og ég er lítill og þrjóskur getur vorðað og það endaði með bara slagsmálum, ég slóstu hann ég var hann svo pyrraður á hann Var sambandið eitthvað þannig? Eða? Nei, alls ekki Þetta var bara þetta kvöld? Já, samband okkar hefur alltaf verið mjög gott sko. Já, ok og við erum náttúrulega báðið aldrei þrjóskir og Simmi náttúrulega er bara Hann er alveg með svona ramma sko. Já, hann er smá bara þurs í honum Þurs, hann er bara maður getur orðið brjálaður á hann sko. Hann er svo þrjóskuður og svo veður hann áfram alveg bara eins og jarðýta á 0,5 kilometra hraða sko. Hún kemst sína leið og ég er alveg að berjast líka sko. En ég er náttúrulega bara 1,30 og 50 kíló með blautu handklæði sko. Og við bara vorum að rífast og það endaði bara í slagsmálum og það brotnaði stóll og hann sló mig og ég reyndi að kýla hann og hann meiti sig ekkert og ég meiti mig fullt og Jói Áspjörs hann var allan tíman á bakvið hús að grilla banan Og þið bara inni og við inni að rífast og slást og sem ég held mig bara svona svona og bara sló mig bara utan eftir og ég alveg og leina lemjan bara eins og einhver bífluga sko. og hann bara lamdi mig niður og svo stakk ég af fór bara, labbaði bara í burtu Labbaði hringin þá, þar byrjaði hringur labbaði bara inn á Víki Mýrdal og bara tók Forrest Gump á þetta og nú var ég bara fann að hlaupa grátandi Nei, ég labbaði bara út á einhverju umferðarmiðstöð eða einhverju svona bensístöð þetta er klukkan 5 nóttina og hringdi á leigubíl og tók leigubíl heim og hann kostaði 26 skall Nei þetta er frá Hellu Shit Veist, Með töðugjöldunum með Já, nánast Þetta var alveg steikt sko Já, þannig að þetta En var mikið að sjóða svona upp úr? Nei, Var bara þetta? Það var einstakar svona einhver þrætingur og eitthvað svona bara, veist, þetta er náttúrulega við þurfum að delivera 70 mínútum og er eitthvað fyndið og sumt er ekki fyndið og bla 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 og ég nenni ekki að gera þetta og svona, það var alveg svona það kom svona einstakar pyrringur út af einhverju atriði eða hvað maður á að gera og svona sko Já. Og en aldrei svona, þetta var algjört einstæmi sko Já. Já, bara ég líka, veist, vorum pyrraðar eitthvað að simma og fannst bara gaman að rífa kjaft sko Já, þið voru ekki að slást baka tjöldin Nei, þetta er eina skipti sko Já enda sko Jói myndi aldrei slást við nokkurn mann sko
eða gera nokkuð við nokkuð mann og ekki Pétur Jóhann sko Nei, þú reytir hann ekki til reyði bara heilt yfir, það bara gerist ekki ekki eina sekundu sko En þú varst líka nú að spila svolítið á, þú veist eins og varst það ekki þú sem að klindi Tómasson í summa? jú, þetta Já, þú veist það Í vinnustæðar hekk Já, þú veist það náttúrulega augljóslega miklu finnar að hrekkja, þú veist, maður einhvern veginn svona veit það bara, hann hefði tekið þessu miklu verð heldur en Pétur Jón Já, Fattarðu? gaman að hrekkja simma Já, einmitt Hann var líka alltaf, hann var svona aðeins svona Businesslegri sko Já, svona Það fór ekki Tómasson svo í einhverju joggingbuxur þarna Nei, einmitt Svona kakibuxur fínar Sandur við jafn gamli sko en hann virka alltaf eins og hann væri 12 ára meldri en ég Já Nei, það var miklu skemmtilega að hrekkja þannig fólk sko Já, og hann náttúrulega tók þessu öllu saman bara með jafnaði geði sko já Nei, en það var eiginlega bara þessi saga sko en það var líka mjög áhugavert þegar ég kom heim í leigubíl bara klukkan 6:30 morgunin og kona mig bara hvað og ég bara með glóðrauga og grenjandi og sem ég fá þetta fór bara að sofa og hún bara fuck og strákarni heldur verið döðu sko Já, þú náttúrulega ég sagði þeim með Varst ekki að senda þeim snapp af þessu eitthvað, hvað þú værir eða eitthvað bara þeir sáu þið ekki aftur Við vorum ekki með gemsa Jú, kannski Ég hljóti Nei. að vera með gemsa Já, veist, ég veit þið voru náttúrulega ekki með snjallsíma sko, en Nei, var ekki eins og þetta jú, ég man ekki eftir að vera með gemsa Jú, líklega Það er nú samt partur af því að svona strjúka í burtu er að láta sig ekki vita af sér Já, Þú ert já. að leyfa þeim að fá smá áhugjur af því Já, sem ég gerði Já, á þeir voru skítrættur og ég bara dottunni skurði eða týnst eða whatever sko. já einmitt. sem hefði svo sem alveg geta gæst líka Já, svo sem en hérna, nei þetta var sagan af því þegar ég og Simmi slóðum sko. Hvað er það samt svona sem að þú ert að horfa upp til að þegar þú ert þú að horfa mikið upp til Jón Gnarrs á þessum tíma eða hverju voru það sem voru svona bara fóstbræðargengið sem voru einhver Mínar legend hetjur? þegar þið eru að byrja Já, náttúrulega sko, fóstbræður eru fyrir aldamót og veist, ég er á þínum aldrei og aðeins yngri þegar ég er að horfa á það og ég er náttúrulega dyrkaði það sko, Já. út af lífinu og fyrir það, bara frá því að þegar maður er svona ungur og áhrifagjart bara svona 12 ára til 20 ára eitthvað og veist, þá er bara radíusbræður Radíusbræður? Já. Hvað er það? Steinn Ármann Magnússon Já, einmitt og Davíð Þór Jónsson Já, það er svona langt síðan þeir voru bara, ég dyrkaði þá sko, finnustu menn sem ég hafði séð á æfin, eldi þá og fór að stenda upp með þeim í Hveragerði og fór að stenda upp á Astro og eldi út allt sko, hlusta, þeir voru með útastætti á aðalstöðinni og voru með svona radíusflugur þetta hlustaði ég á alveg linnulaust sko. Davíð Þór Já. presturinn Já. og Steinn Ármann leikari En voru þeir alveg í svona flippinu? Voru þeir bara eins og þið í 70 mínútum? Já, ég sé það ekki alveg fyrir mér með þá Nei, núna, sko. þeir voru bara stend upp og útvarp sko. Já. Þeir voru bara með útvarpsþætti Já, en þeir voru alveg svona smá óheflaðir eða? Já mjög Og nú er hann komin í prestin Já, sem er ógeðslega fyndið sko. Erst þú eitthvað stefna þangað? Allt og lítið sko. Já, það Þú mætti nú alveg fara að taka upp trúna sko. Nei, ekki úr þessu sko. Nei, það er kannski of seint Mér finnst nógu mikið vesen bara að fara í fylgja sinni mínum í kirkju sko, að því hann er að fara að fermast sko. Já, þú styður ekki Ha, Pappi ætla með þér í þessa kirkju en hann styður þetta ekki já Það ég nenni ekki í kirkju maður. Ég fyrir bara í sund. Það er alveg nóg fyrir mig. Samaþring, Já, sama því. fara samútur Nei, þetta er Nei, skemmtilegt svona, ég minna þar sko. Nei, ég held ég stefna ekki á að vera prestur. Ég held ég stefna á bara að vera að halda áfram að gera það sem ég er að gera sko. Já, er eitthvað í kortunum? Ekki, ég er náttúrulega að fara að leika þarna í Þjóðleikhúsinu. Já, Þar er að fara að leika í Kardimonbænum einmitt og Ættu það að vera frumsýna nú? ættum að vera frumsýna bara núna næstu helgi. Það er dött, þannig að það verður frumsýnd einhvern veginn í haust Já, og þangað til bara erum við að æfa 3. En ég veit ekki af hverju. Við þurfum að segja ekki. bara halda sig vefni Það er eiginlega bara svolítið að halda sig við einmitt, bara svona þannig að þegar við byrjum aftur að æfa 4. ágúst að þá sé maður ekki alveg ískaldur sko. Já, Þannig að við reynum alltaf að hittast ræningarnir, Kasper Jesper og Jónatan og svo er stemt að frumsýna held ég í lok ágúst já, nema Þórólfur og Víðir fara að fokka eitthvað í því sko. já. Sem er náttúrulega bara allt í höndunum og Er þetta fokka mikið í þér? Eða? COVID. Já, Já, náttúrulega bara veist, maður lifið aldrei fyrir samkomur ok og nú er samkomu bann
einmitt. Þannig að allar samkomur sem að ég hef verið beðin að koma á, þær eru dálítið off, sko. Dálítið. Já. Það eru svona aðeins. Og maður getur ekki vælt að því að það eru allir í sama skítnum, sko. Já, það svolítið konceptið, sko. Já, veist, ég get ekkert vælt yfir því að hafa mist gig og sleppt bingói og mist annað og ég ætti að vera gigga hérna og gigga þarna. Veist, það eru allir í sama skítnum, svolítið, sko. Já. Þannig að maður bara einhvern veginn reynir að taka þessu með einhverju ró. Já, horfa á Adam Sandler myndir og með börnunum sínum, sko. Kynna börnunum fyrir góðu sjónvarsefni og mála og reyta arfa, sko. Já, ert þú ekki að fara henda þér í málarann eða? Svo lati? Ekki listmála. Nei, ég vorst að tala um að mála bara veggi. Já, ég ringdi um daginn, þá varstu með pensilin í hönd. Já. Ertu lungin eða? Að mála? Já, bara svona, ertu með 2 functional hendur eða? Já, ég get alveg mála, sko. Og svo er þetta líka bara svo næs, maður. Það er ógeðslega næs að mála. Já. Það er enginn að bögga þig á með út að mála, sko. Nei, þú fær smá frið þar, sko. Þú ert bara pensla og þú ætlar að mála þetta herbyggi, þá bara leggur á stað, byrjar bara eitthvað stað og svo bara heldur áfram. Já. Og meðan þú ert að mála þá er enginn eitthvað aðtast í þér. Þú bara hlustar á eitthvað gott podcast, sjálfa þig eitthvað. Já. Og ert bara að mála. Já. Og leifir bara huganum að reyka. Mér finnst það ógeðslega næs. Já. Ég hélt með það því að ég mikla stundum hluti fyrir mig, sko. Bara svona, þetta er ekkert smá stórt herbyggi, maður. Ég ætla að mála þetta allt og ég ætla að mála þetta aftur á morgun og ég næ aldrei að klára þetta og bla bla bla. Og svo bara er ég með tengdapappa með mér sem er líka mjög naskur. Já. Og hann bara, þetta er bara verkefni. Þú þarft ekki að vera að pæli því hversu mikið vesen er að mála þetta. Byrjaði bara að mála. Einmitt. Sem er geggjur pæling, sko. Eitt skrif í einu. Akkurat. Það er líka svo næs, sko, frekar heldur en að vera eitthvað að chilla í símanum og Já, þá færðu nett svona, ég er ekki búin að gera raskat, sko. Nákvæmlega, sko. Men þarna Svo getur lesa- allan að vera að já. halda þeir uppteknum, sko. Já, og svo bara að lesa bók, sko. Ég er að reyna að berjast við að lesa bækur. Já. Og svo Hvert leiðið endaðir að í? lesa bækur, sko. Í hvert enda þeir? Bara eitthvað, ég var að lesa Tortíðina og svo er ég að lesa bara eitthvað, sko. Hverja bækur? Jú, Yrsu, ég er búin að lesa nokkra Yrsu bækur. Já, svona í skáldskapnum. Og svo er ég í bókaklúbb, sko. Nú? Hefði ekki giska á það? Ekki heldur, sko. Nei. En það er ég ekkert að monta með því. Nei. Það er svo pleppalett. Lélur bókaklúbur. Nei, geggjaða bókaklúbbur. Nei. Það er alltaf ein bók og við hittum kannski svona 4 sinnum á ári. Já, ok. Skilur? Engin pressa. Engin pressa og svona. Þá hefur verið að taka stundum Laxness og maður þarf að lesa Laxness, sko. Já, það er góð pressa að vera með Já, ég þurfti bókaklúbb til að lesa Laxness, sko. einmitt. Annars hefði ég aldrei gert það, sko. Einmitt. Og þú veist, þegar þú ert ekki í skóla og þetta er ekki sett fyrir og þú ferð í prófúrsu, þá bara er engin sens á að gera þetta, sko. Nei, og það er nefnilega máli. Maður verður eiginlega að lesa, vera bara þannig að þú getur bara, við erum búin að lesa 2-3 Laxness-bækur, sko. Einmitt. Áður nú ferð í kistuna, sko. Þú verður ekki, bara fjandinn hafa þetta er bara Nobelskáld, Já. Halldór fucking Laxness, Íslendingur sem er bara uppi á síðustu öld, skilur, Já. og búin að skrifa magnaða bækur. Maður verður að lesa þetta. Veist, og ég er búin að lesa 2, þetta er ekkert skemmtilegustu bækur sem ég lesi. En ég þú las þetta. Ég las þetta, helviti strasl, skilur. Og svo kík ég alltaf á bókina, sko, og ég kík alltaf aftast til að atvoka hvað hún marga blaðsjur. Já, byrjar á því. Byrja á því, 300 blaðsjur, maður djúðlega þetta langt, maður. Áttu einhverja styttri eða? Áttu einhverja styttri Laxness-bók. Einhvern úrdrátt. Nei, og eins og kona mér sagði, sko, hún alveg, hvað er þetta ekki pala? Ég alveg bara, þetta er svo löng bók. Já, hvað, það er að lesa hann allir í einu? Nei, byrjaði bara á henni. Já, það er sama. Sama filosofía nú með mökkin. Já, þetta er náttúrulega dóttir hans. Já. Þannig að það er bara, byrjaði bara að lesa eina blaðsju. Svo lestu bara næstu. Það er samt að fyndið að maður sé svona 300 blaðsjur. Ég má ekki vera að þessum. Þannig að Akkurat. maður bara ákveður að byrja ekki. Já. Sem er algjör þvæla, sko. Já. Maður á bara að vaða í þetta. Já, ég sammála því. Þú ert ekki að lesa þetta á einu kvöldi. Geðu bara mánuð í þetta. Já. Eða eitthvað. Og það er einmitt líka saman alltaf, býst ég við með alla þessa sköpun sem þið eru búin að vera í með þessa þætti eða hvern sem það er að þið sittist ekki niður og skrifið heila serju, það er kannski bara 1 þáttur eða... Já, þetta byrjar alveg, Svona veist, við þurfum að, eins og bara með steypisöðuna, við ætlum að búa til 150 sketsa. Já, shit maður, þetta er svona mikið. Já, og svo þarf maður að kötta það nýri kannski 90 eða Já. eitthvað. Hendur í burtu einhverju, bla 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 og breytir og svona, sko. Já. Þannig að þá er maður bara hægt og bítandi bara punkta niður hjá sér. Þú ert að keyra bíl og þú sér einhvern asnalegan í bónus og sér einhvern, þú veist eitthvað. Já. Þú ert alltaf að punkta niður bara í síman eða eitthvað. Já. Einhverja pælingar sem hún getur farið svo með til steinda á þetta eða eitthvað. Er ég með pælingun þess að svo asnalegan kall í bónus anda var alltaf með opið munnin, sko, eða eitthvað. Já. Eða, veist, bara
sem ekkert eitthvað rosalega fyndið Nei. en þá geta þeir kannski komið með eitthvað take á það Þið vinnir vel saman eða? Já, vitum svona nokkurn veginn hvað máli snýst sko. Já, ég get alveg trúið að þú sért að segja eitthvað það var gæði hérna og hann var bara með opið munnin og þetta var bara góðgislega fyndið og ef þú voru að segja þetta við einhvern þá væri hann bara ok, hvað hérna, hvað er grínið þarna? Akkurat, það bara, þetta er gaman að það væri bara eitthvað svona, kannski ógeðslega margir það er, pældi því, það er ógeðslega fyndið því að það eru til menn sem eru ofta með opið munnin og bara svona sem að tala með, eru með opið munnin bara þeir eru að bíða eftir einhverju þú veist skrítið að hitta annan þannig tveir saman eitthvað því að venjulega þegar tveir menn hittast þá eru báðið með lokamunnin finnst þið verið tveir með ofin við þannig er komin eitthvað áleis það er nákvæm jafninga grundvöllur það hittir eitthvað sem finnst þetta svipa fyndið það er mikilvægt að vera með eitthvað svoleiðis í liði já, mjög mikilvægt sko algjörlega það er gaman að þessu og það er væntanlega Pétur Jón fyrir þér í þessum podcast hugleiðingum já, þannig það er með eitthvað gæja sem þú getur svona bondað við og spjallað já er það ekki, eins og þú segir, konceptið bara fara út og keyra og bara eittur og taka upp já, það er eitthvað útrúlega sjarmerandi finnst okkur sko svo veit ég ekkert hvort að fólk neina hlusta á þetta sko en okkur er eiginlega alveg samum það við fáum bara við fáum bara svo mikið út úr því að tala sko að röfla eitthvað einmitt og bara reyna að vera fyndnir eða ekki fyndnir eða eitthvað sko það er eitthvað, ég veit ekki við erum mörglega aldrei eftir að hætta því sko það kemur í ljós hvort fólk nennar hlusta á þetta ef þið eða setja þetta í lofti sko. annars mun það aldrei koma í ljós nei, það er allt í höndunum á einhverjum guði sem að ég veit ekki hvort það er til nei já, við hljótum að finna út úr því sko já, blessar, þið eru alla án að neglast út við erum fullótti menn sko já, ég segi það þú hljótt að geta fundið út úr þessu ég ætla allan að setja þennan þátt í loftið ef það er í lagi þín vegna já, það er ekki ég ætla ekki að setja honum í einhverja mánuði nei, það er nokkuð, þú bara viður í þetta það bara þrösist út já, því unga fólki, því er svo hvatvís nei, ég er ánægð með það síðan líka páskarnir búnir og fólk er að koma sér í gang aftur og þú veist að COVID er svona aðeins og niðurleið já, geggja sko þurfum kannski að henda inn þetta í lofti sem er eitthvað svona peppaður og res sko einhver stemming þetta er það sem þetta snýst við erum bara búið til aðþrengu fyrir fólk sem er heima á sér ég er að segja það og það er ótrúlega næs að hlusta á einhverja tværi mannesku tala saman eða það ekki jú, ég nefnilega hef hlustað á hljóðbækur sko og ég fíla það ekki þá er einhver að lesa bara texta fyrir mig en síðan ef ég er að hlusta á samræður eða skilur, svona podcaststæmi þá er ég alveg bara vestur sko já, ég er alveg samanlega, ég get ekki láta einhvern lesa að því ef ég er að keyra og skoði kringum mig þá getur maður alveg verið að hlusta á podcast en ég get ekki verið að láta einhvern lesa upp fyrir mig Halldór Laxness sko nei, þá maður alltaf eitthvað, spóla þess tilbaka þá þurfum maður að einbetta sér meira sko. Já, og síðan er líka eitthvað við það að þú veist, svona hrynjandinn í því þegar einhver er að lesa upp það er svona taktur í því og döttir einhvern veginn, en samræðir eru bara svona alveg óræðar sko þannig, ég veit ekki hvað þið er að fara með þetta en ég, bara svona, ég kann betur við hlustununa á samræðum heldur en upplestri sko einmitt, ég er alveg samanlega því og líka bara að lesa bók, það er eitthvað meiri fílingur að halda bók sko já, fletta blaðsjónum maður, nálgast endan check alveg hakar í box bara með hverju síðunni sko. einmitt það er árið sko það er, en þetta snýst allt um það búið til afþreyingu, góða stemmingu það var gaman að þessu Sveppi fokkin Krull er ekki bara að koma að lóka minna hjá okkur já, þú segir til, þetta var næst hérna líður ekki bara vel? Jú. Var smá heitt að náðan? Já, það er ennþá heitin inni já, mér er heitinni Hátt enni? Nei, Ríkið Legend Sveppi, gottstuff.is það má nú alveg plugga því, eða ekki? Jó, alveg endilega maður eru fleiri bólur á leiðinni? Það, sko, þegar þessi þáttur fyrir loftið þá ætti fólk að kíkja inn á gottstuff.is því að það verða örugglega komni svona 8 nýjir bólur sko. Það myndi teljast mikið í vörulínu hvar sem er í heimann en það ekki? Jú. Þetta er mjög framúrstefnulegt og kvenmannsbólir og sko. Alls sko, það er margt framöndan sko. Þannig að það er hægt að fá Who the fuck is Sveppi Krull í kvennastærð já, eða aðsniðnu segir maður það? Já, því að þú veist, sumir er ekki karlmenn og ekki kvenmenn ég skil,
Já. ef við ætlum að vera með það allt á hreinu. Já. Hán og hín og eður trans eða whatever sko. Þá getur líka fengið sveppakrullból. Já. Já. Alveg sama hvað þú ert eða hver þú ert. Gottstöf.is og viltu hérna plugga heimilisfanginniðinu eða ykkur krakkar vilja spyrja þér. Ég heim í Ánalandi segja heimilisfangið að svetta. Hann myndi kunna með það. Já, Herðu Sveppi, takk hérlega fyrir að koma og hérna bara áfram með fjörið. Já, takk fyrir að fá mig.